Góðan daginn, velkomin að tækjunum og takk fyrir að hlusta. Ég heiti Snorri Björnsson og ef allt gekk eftir óskum þá ég erlendis núna þegar þú ert að hlusta á þetta. Ég að fara til Filippseyja, ég vonandi í Filippseyjum meðan þú ert að hlusta á þetta og þegar þetta tekið upp þá eru svona helst 3 ástæður fyrir því af hverju ég ætti ekki að komast þangað. 2 af þessum ástæðum eru eldfjöll, eldgos. Eitt í Grindavík, annað í Filippseyjum sjálfum. 3. ástæðan síðan koronavírusin, Wuhan veikin, svokallað. Við höfum engar áhyggjur af þessu. Gerum bara ráð fyrir að ég sé í Filippseyjum, ef ekki, þá allavega að hlusta á hana þátt. Við getum hugað okkur það. Þátturinn komst til skila. Já, við getum gengið út frá því. Þú værir ekki að hlusta á þetta nema þátturinn væri komin út. Tryggvi Hjaltason gestur dagsins í dag. Ég var fyrst við Tryggva þegar hann opinberaði markmið sitt að vera 200 ára. Tryggvi nefnilega gæinn sem ætlaði að vera 200 ára. Skiljanlega vekur það athygli og þar ekki aðferðirnar og verkfærin sem hann nýtir sér til að ná markmiðinu. Þá ég meðal annars að tala 10 daga föstu sem hann skellti sér í daginn. 10 daga fasta nákvæmlega jafn einföld og þið haldið, hann borðaði ekkert í 10 daga. Langlífið og fastan greip athyglina en svo þegar maður kynnir sér Tryggva þá hann áhugaverður á nokkurn veginn öllum öðrum vígvöllum líka. Hann senior strategist hjá CCP, ég veit ekki heldur hvað það þýðir. En þar fær hann aðgang að og greinir gigantist stóran og verðmætan gagnabanka hegðun notenda EVE Online. Áhugasamir mannlega hegðun dreyma að komast í þessu gögn. Þar á meðal menntastofnanir eins og Harvard, Stanford og Oxford. Fyndi hvernig maður getur tengt Harvard við allt og fólk bara gútterar það. Ég að gefa ykkur svo sára litlar upplýsingar eitthvað sem ég veit svo sára lítið sjálfur en út af einhverjum í Harvard þótti það áhugavert og vildi rannsaka það eða komast yfir það, þá getur við sammælst að þetta sé alvöru verðmæti. Allavega, Tryggvi útskýrði þennan hegðunabanka betur hér á eftir en ég túlka þetta þannig að EVE einstakur leikur á marga vegu og samanstendur á svo stóru samfélagi spilara að til dæmis áhrif skattahækkana í leiknum gefa vísbendingu hver áhrif skattahækkana í þjóðfélaginu getur orðið. Takk fyrir að útskýra einni setningu eitthvað sem sérfræðingur í málunni hvort þið að fara að útskýra fyrir mér eftir nokkra mínútur. Mér finnst þetta bara áhugavert, mjög áhugavert. Ég vissi ekki að EVE væri svona flókin og hagkerfið innan EVE væri svona stórt. Mannleg hegðun áhugaverð og svo áhugaverð hún að Tryggvi fór til Bandaríkjanna og lærði hana. Hann gekk í bandaríska herinn, hann flutti heim, sá meðal annars yfirheyrslur fyrir sérstakann saksóknara og býr núna í Vestmannaeyjum, sem eru þekktar fyrir meðal annars þjóðhátíð. Allir hergengnir menn, þeir virðast enda í Vestmannaeyjum. Í Vestmannaeyjum heldur Tryggvi fyrirlestra fyrir bæjarbúa ofur heilsu, ofur tengslanet og ofur skilvirkni. Hvernig tengist ég fólki betur sem hefur sömu markmið og ég, hvernig næ ég þekkingu og getu úr heilanum á mér á tíma og get ég verið heilbrigður til 200 ára aldurs. Þetta eru nokkrar stóru spurningunum sem hann veltur upp og ég held við værum öll til í að vita svarið. Gagnasérfræðingarnir, upplýsingatækni, snillingarnir og tölvuþrjótarnir í Origo bjóðu ykkur upp á þennan þátt. Ég ímynda mér að sé núna svona tæplega 1000 manns með svartan skjá og grænan texta fyrir framan sig að kóða stafrænar lausnir, viðskiptalausnir, öryggislausnir og aðra lausnir í þágu samfélagsins í höfuðstöðum Origo. En Origo leiðandi þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og starfar sem tölvudeild rúmlega 100 fyrirtækja. Svo það eins gott að þeirra fólk sé wired in, eins og við segjum. I'm Sean Parker. Oh, he's wired in. That's what I'm talking about. Þar að ekki eru 10.000 vörunúmer frá 200 vörumerkjum að finna í verslunum Origo eða á netverslun.is. Vörumerki á borð við Sony, Samsung, Canon, Bose og fleiri. Blessar. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir menn þá? Bara góður. Ertu búin að fara út að leika? Já. Sáast á vélsliða? Já, við erum að leiða heim. Já, veitu hvert fóruð þið? Lyngdal segi. Getur þú ekki bara fara á vélsliða út í garðinum hjá þér eða? Nei, ekki alveg sko, þetta var svona aðeins meira endur en það. Æ. Sko, notað þú Unbroken? Já, nota ég. Já. Hvað, ertu búin að fá Unbroken í dag eða? Reyndar ekki, ég að hvíl í daginn, ég var glettur að fá mér í kvöld. Hvílt hjá þér að fara út á vélsliða og vera aktífur allan daginn og koma sér heim þreyttur? Já, klálega. Okay. Það bara besta sem þú getur gert að komast úr gyminu og gera eitthvað aðeins annað í smá stund. Já, þú ert líka aðeins meiri í gyminu heldur en flestir. Já, kannski aðeins. Hvað ertu lengi inn í gyminu á hverju minnstu þig? Fyrir utan að þjálfa, það ég svona solid 6 til 7 tíma. Þannig þú ert að hlusta á hard techno í 67 tíma á dag? Þetta stemningu, ég fyrir eftir hvað að gera, en já, það koma dagar sem þetta eru 67 tímar. Ok, þannig þú ert 67 tíma að brjóta niður líkamann og þú notar Unbroken til hvers?
til þess að recovera hraðar. Og það leyfir þér að æfa meira? Já, bæði æfa meira og qualityð á næstu æfingum verður væntanlega betra en þess að ég er ekki jafn sór eins og ég yrði ef ég væri ekki að nota. Rosa mikið enskuslettum þarna, Björgvin. Quality, gæði á æfingu verður ekki jafn sór, þreyttur eða aumur. Ertu að reyna að segja það? Það er það sem ég mynd. Já, Ok. 100%. Það er enda góð ástæða til þess að nota Unbroken ef þetta gefur manni það. Já, klárlega, ég mæli með. Já, ég veit það. Þú mælir með. Viltu bæta einhverju, viltu skila kveðju til hlustenda? Bara allir að hlusta á podcast Snorra Flotta. Herðu, þetta er flott. Takk fyrir þetta, Björgvin. Ok, heyrir, bye. Til þess að svara grundvallarspurningunni hvað er Unbroken? Þegar líkaminn er undir álagi er mikið stress á meltingakerfinu og þar af leiðandi tekur upptaka næringar sinn tíma. Unbroken eru formeltar aminosýrur, formeltar með ensímum úr laxi og fyrir vikið situr uppi með hröðustu vöðvanæringu sem völ er á og þar af leiðandi betri endurheimt. Allt er þetta unnið á náttúrulegan máta, engin aukaefni í þessu og svo er þetta smekkfullt af snefilefnum og vítaminum, meðal annars zink, selenium og vítamin B12. Unbroken fæst á unbrokenrtr.com. Þá fyrir að koma að þættinum okkar en við getum ekki byrjað án þess að fara eins yfir undraefnið sem er framleitt með 4 sinnum meira mjólkurmagni en venjulegt jógúrt og er að auki með sér íslenskum gerlum. Jú, ég er að sjálfsögða að tala um Ísey skyr allra landsmanna. Ég dæmi fólk eftir skýrinu sem það borðar, fólk sem borðar hreint skýr rankar efst og því bragðbettara sem skýrið þeirra er því neðar ferða á vinnulistami. Ég leta reyndar út mér í síðasta þætti að crème brûlée var í uppáhald skýrið mitt og er þar á leiðandi hræsnari. Ég veit ekki ennþá hvernig ég get flokka fólkið sem borðar eða drekkur öllu heldur. Nei, borðar nýju Ísey skyr skvísurnar. Það er ekki komið nógu mikil reynsla á þar. Ég hef smakkað bananabræðtegunduna af Ísey skyr skvísunni og það er bara undir 2 kringumstæðum sem ég myndi einhvern tímann á æfinni panta mér eitthvað með bananabræði. Það er þegar maður var 12 ára og fékk sér shake með súkkulaði og bananabræði og svo Ísey skvísan. Hún er mjög góð. Hún er handtæk, hún er holl, hún er laktósalaus og hún er próteinrík. Kjörið til að taka með sér í skólan og vinnuna eða þrusa þessi krakkana þegar maður sækið á æfingu. Krakkarnir maður. Ég ætla að kalla þetta gott. Takk fyrir að hlusta. Tryggvi Hjaltason, takk fyrir komuna. Það er alltaf gaman að hafa samband við aðila sem maður þekkir ekki neitt og fá jákvætt svar þegar maður býður honum í 2 tíma spjall. Tryggvi Hjaltason, megamaður og meistari, gjörið þið svo vel. Já. Herru, Tryggvi Hjaltason, vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir Snorri. Við erum búin að fara við það þó svo við séum nýbúinir að íta á rektakkan hérna. Þú ert ansið þekktur, þú ert örugglega bara þekktur sem 200 ára gaurinn sem er reyndar ekki orðin 200 ára en hann ætlar að verða það. Aha. Já, mér finnst allan, já, fólk tala svona, já, Tryggvi, hérna gæinn sem ætlar að vera 200 ára. Það er svona svolítið krassandi, sko. Okay. Það er ekki margir með svo hérna djárt yfirlýst markmið, sko. Nei. En mér langar að fá þig aðeins til þess að við erum búin að ræða svo margt ótrúlega gott stöf hérna, en gætirðu bara aðeins byrjað að segja mér frá menntuninni? Já. Ég útskrifaðist úr þeim merka framhaldsskólanum í Vestmannum. Já. Og sem að ég kann ótrúlega vel við og leið mjög vel í og eftir það var ég samt komið svolítið leiða svona íslensku menntakerfi og langaði að prófa eitthvað nýtt og fer þá til Bandaríkjanna í grunnnám þar sem hét Global Security and Intelligence Studies í Arizona og það er í hápunkti stríðsins gegn hryðjuverkum hjá Bandaríkjamönnum þannig að þeir voru að kveikja á svona intelligence menntun sem að því miður ekki til íslenskt orðið verið að það var ekki leyniþjónustufræði eða greiningarfræði, upplýsingaþjónustufræði eitthvað svoleiðis og það var nýbúið að stofna nám af fyrirverandi CIA-prófessorum í þessu sem ég fór í sem var rosalega skemmtilegt og fróðlegt og það kenndi mann ýmislegt mannlegt eðli og hagkerfi og greina gögn upplýsingar og skilja það allt. Síðan fór ég samhliða þessu í liðsforingjaþjálfunni Bandaríkjaher. Þeir eru með mjög fróðlegt svona setup sem að kallast Reserve Officer Training Corps, þar sem þú getur í rauninni skráði í háskólanám í gennum herinn, fengið liðsforingjaþjálfun á meðvart í háskólanáminu og þá útskrifastu sem liðsforingi með háskólagráðu og þá skuldaru hernum nokkur ár í þjónustu, yfirleitt 6-10. 6-10 ár? Já. Og mér tókst að gera þetta án þess að fara inn í þennan pakkan. Ég rauninni fekk þjálfunna án þjónustunar en þeir borguðu það ekki fyrir mig námið og það er lengri að segja frá því að það var bara því að því ég spurði, kannski stutt svarið sem það eini sem spurði? Já, sem er eins með mjög vel í lífun að spurja bara hvort ég megi taka þátt. Í því námi fattaði ég að
ég skildi ekki nóg mikið í hagfræði og fjármálum út af því að ég okkur í náminu þegar hrunið kemur í Íslandi og ég skildi ekkert hvað var að gerast sem ég fannst mjög óþægilegt þannig ég kem heim og tek grunn í hagfræði og tók líka master í fjármálum og fer að vinna fyrir ráðuneytinu og eitthvað svona og enda síðan hjá sérstöku saksóknara eftir smá tíma en þannig ég er búin að fara svona og ég tók líka á lögregluskóla ríkisins þannig ég er búin að taka svona hitt og þetta. En þessi herþjálfun úti, var hún líka svona líkamleg? Var eitthvað af þessu já. Þetta í báðu eða þessi BS-skráða það sem mást tala í intelligence? Nei, BS-skráða var ekkert líkamleg. Hún var bara heiðarleg háskólavinna? Já. Og síðan tekur við svona einhver bandaríska her bíómynda sena þarna eftir það? Já, það var svolítið bíómynd sena, það ágætis lýsing á því. Hvað, voru eitthvað svona Hell Weeks og allt þetta dæmi í gangi? Hell Week er meira þegar þú fyrir basic training sem að ég gerði ekki en það var sko ég held ég er mikið spurður þetta af íslenskum kallmönnum, sérstaklega ungum íslenskum kallmönnum og ég held að því að við Íslendingar ölumst svolítið uppi svona kannski agaleysi ef við orðum þannig með aðra þjóðir, það er ekki mikil hierarkía hjá okkur og við erum svona reglur alltaf svolítið lauslegar hjá okkur og við erum svolítið í þetta reddastfílinginu sem held ég bæði uppruna mesta styrk og veikleik okkar og ég held að flestir íslenskir kallmenn myndu kunna meta að fara í Bandaríkjaher allan í 1 ár svona, og mér fannst það alveg stjartfræðilega skemmtilegt og áhugavert þegar ég var hann að tvítur verandi í búning og alltaf skjóta byssu og taka þátt í hernaðarþjálfun og tactics og strategy og allt þetta annað sem var alveg magnað hjá þeim var að þetta er svo mikið afreikskerfi eða svona meritokrasi eins og að kalla að það er bara allt sem þú gerir mælt og svo bara settur upp listi inn í herstöðinni bara í lokvikunar, bara sá sem er bestur í arbeiðum, sá sem er bestur í að lesa korti, sá sem er bestur í að leiða hersveitir, sá sem er bestur í starffræði, þú veist, og þá bara sérðu nákvæmlega hvað ert, hver fyrir neða, hver fyrir nóði og nákvæmlega hvað þarft að gera til þess að hækka þá eða lækka á listanum í næstu viku og líka hvernig þú ert að eltast við og þetta náttúrulega hendar ekki öllum en mér fannst þetta alveg geggjað. Ég aldrei komist í svona kerfi í íslensku menntakerfi og þetta var mikill svona drifkraftur í að reyna að standa mig vel og þannig að út úr þessu fæ ég bara mikið svona held ég gott drif inn í lífið. Það er fínt að fá þetta maður ungur svona að bara ef þú stendur ekki ógeðslega vel að þá bara byrjar að detta niður á listanum og svo þegar ég útskrifaðist þá var bara minn árgangur í landinu var 10.000 og eitthvað nemendur og þá var þeim bara ranka frá 1 niður í 10.000 og eitthvað og svo bara ef þú ert rank 1 þá farið bara það sem byrjum og ef þú ert rank 10.000 þá ertu bara heppin eða eitthvað ágans Já, þetta er svona skýrt Já, mjög skýrt bara hvernig hún er árangri og það er virkilega flott og það er alveg margt sem að ég hef lært af í Bandaríkjaher þó að við náttúrulega verið margt stórkostlega ófullkomið líka sko. Já, eflaust Hvað dregur þú svona út úr þessu námút? Þú varst að segja mér frá því að þetta með yfirheyrslurnar og allt það Já. Þú varst alveg að vinna í svolítið spennandi hvað í rauninni hver var áhugin sem að leiddi út í þetta nám og hvað varstu svona að reyna að þróa hjá sjálfur? Sko, ég hef alltaf bara verið stórkostlega heillaður af bara mannfólki og bara mannlegu eðli bara akkur eru við akkur komum við fram við hvort annað eins og við gerum akkur tökum við ákvarðanir sem við gerum og bara alveg síðan ég var krakki hef ég bara verið rosalega heillaður þessu ég fór í alla sálfræðafangar sem ég komst í framhaldsskóla og ætlaði lengi verið í sálfræði það var alltaf mikið einhver óþarfa aðferðafræði í sálfræðinni sem ég listi ekki á þess ákveðin að fara þetta og þetta var nám sem að yfirmaður deildarinn til þess að var mitt doktor í sálfræði og hafði stýrt, eða sagan sagði hann hafði stýrt yfirheyslum á svona black sites fyrir stríkjæn hryðörkum sem er náttúrulega ansi vafasamt en spennandi líka Já, en svona spennandi og fyrir ungan kallmann þú veist, ungan Íslendingi mætti hann út með enga reynsla af hernaði að stríða þá var þetta náttúrulega mjög fróðlegt og svona að því ég stóð með ágætlega þá fór ég að fá svona kennarinn fór að sýna mér áhuga og þessi til dæmis prófessor fór að kalla mér á skrifstofuna og spurja með einhver svona rosa furðulegum spurningum og svo svaraði einhver og hann svona íhuga eitthvað og svo kom bara einhver svona greining á hver ég var og hvernig típa ég var og það var alltaf rétt hjá honum og mér finnst það svo merkilegt, ég bara hvernig gerur þetta, hvað ert að gera þegar þetta og þá var hann bara, þá er ég lesið þetta og þú ert náttúrulega með hugsanahneigð eða villur eða thought biases og þeir svona gefa mér eitthvað svona létta innsýn í einhvern heim sem ég vissi ekki að væri til og ég verði alveg bara stórkostlega heillar þessu og hann til dæmis var að sýna mér hvað við stýrumst mikið af tilfinningum við viljum meina við séum röksemdar verur en tökum eiginlega allar lykilákvarðin lífin út frá tilfinningum og hann fór að sýna mér að það er hægt að mæla tilfinningar og hvernig þær eru mældar og þannig að ég fyrir bara svona rólega að fatta að
bara mannfólk henni bæði miklu mælanlegra en ég held en líka miklu stórkostlegra og fæði rosa áhuga á þessu og það leiti til þess til að gera aftur langa svo stutt að ég fer að vinna fyrir sérstakann saksóknara á Íslandi og fer að stýra yfirheyslum þar og fæði þá að sjá þetta svolítið í praxís hvað við erum að mörguleiti skringilega hönnu með hvernig við metum upplýsingar og annað og hvað tilfinningar stýra mikið ákvörðunum okkar sko. Það sem hlýtur líka að hafa heillaði þetta að hann að lesa svona í þig Já. og þú veist ekki af því í rauninni, veist ekki af þeim upplýsingum sem þú ert að gefa að þér. Já, akkurat. Og væntanlega þá kosturinn á því að þú getur stýrt þessu einhvern veginn betur hjá sjálfur þér. Í rauninni bara það að vita að þú stjórnast að tilfinningum hlýtur að opna á aðeins betri stjórn á sjálfur þér. Bara absolutt. Á margt sem ég fór svona skoða bara, fór kíkjunni hútti á sjálfum mér, bara er ég svona, það rosa ríkt í manni þegar maður heyri eitthvað svona, þá maður alltaf, já ég er samt ekki þannig en svo fór maður að skoða þetta sjálfur og það var alveg þannig, ég stýrist bara dæmi, ég menna maður alltaf að kaupa sér nýja tölvu eða nýjan bíl eða eitthvað, þá setur maður alltaf hérna, ég eigi ekki meir en 100 skalli, og bara það er hard limit, ég hef ekkit efna meira, það er rational tryggvin að gefa mér ramman, svo fer ég inn og bíl, tölvukallin ást fyrir 100 skall, ekki þengið þessa, ef fyrir 120.000 þá getur þú fengið næstu 200 skjákort og þá getur þú spilað ennþá betri töluleiki og þá var ég bara, já, 120 ekki neitt og svo allt í labba maður bara út með 150 krónu tölu en maður gerði þetta rökrétt hjá sér með því að búa til einhverja röksendafæslu sem gerði þetta í lagi því langar henni bara að spila töluleiki eða því langar að segja vininum að þú sem er bestu töluna en þú segir sko, en ég geti nú nota þessa tölu lengur og það mun að spara til lengri tíma og ég get þá þú veist, notað forrit sem hjálpa mér að læra eitthvað og þú býr til einhverja röksendafæslu að því að þú þarft að geta að lifa með sektakendinni en í raun og veru ertu bara að taka tilfinningu á okkur og ég fór, þegar hann fór að benda mér á þetta fór ég að finna fullt á svona í lífinu mínu og ég var bara eitthvað, vá bara ég sem held að ég væri alltaf svo logical með allt sem ég geri og ég í dag við kynni þetta og bara átta mig á því þú veist, kannski meira meðvitaður það þegar tilfinningarna fara stýra sko. En er ekki hægt að svona reversa þessu? Er ekki hægt að fá sig til þess að gera hluti sem þið langar upphæflega ekki að gera með því að einhvern veginn nýta sér þessar upplýsingar? Veistu hvað við? Jú, og þú getur náttúrulega þjálfað í öllu en það er ástæða fyrir að við stýrumst af tilfinningum og fólk sem stýrist ekki af tilfinningum eða sem stýrist í því minna magni eins og til dæmis einhverfa er ákveðið form af þá hefur þetta minna áhrif á þig. Já, okay. Og fólk til dæmis með Asperger og einhverfi það var svona meiri logic í hvernig það tekur ákvarðanir en það fólk lendir náttúrulega í vandræðum oft félagslega og er við að mynda tengslu aðra og svona af því við erum tilfinningaverur og ég meina að hugsa bara fólk sem þú rífst af og svona karakter og sjarma fólk að þá er það yfirleitt fólk sem er rosa mikið í tilfinningunum sínum ég meina eins og leikarar og listamenn og svona þetta er fólk sem hefur svolítið masterað tilfinningarna sínar þannig að það er bara þú veist það er kostnaður við það alveg eins og þú græðir á því að stýrst að tilfinningum alveg svo þú tapar á því en eins og ég segi oft bara fólk að gott akkurat eins og ef ég skil spurninguna rétt að það skilja þetta gefur kannski verkværi í að þegar þú fattar að þetta er að fara illa með þig þú fattar bara hér er ég hérna að láta stoltið taka ákvörðuna þegar í rauninni þetta er ekki sniðut. Nei, einmitt. Já, maður þarf að vera svolítið vakandi fyrir þetta bara varpar svolítið ljósi á það bara hvernig maður er að haga sér og hérna getur maður svona aðeins tekið eitthvað létt inngrip þarna. Já. Ok, en þú ert síðan headhuntaður yfir í CCP. Já. Og áður en þú komst hérna áðan þá svona hélt ég einhvern veginn að ég er allavega að skilja þetta svolítið þannig núna að þú varst með ákveðna hæfileika og getu og reynslu sem að svona þannig séð var ekkert eitthvað típisk hvað segir maður, típisk reynsla eða tölvuleikjafyrirtæki er ekkert einmitt að ráða inn svona fólk endilega. Veistu hvað er að fara með þessu? Ég kom mér á óvart að tölvuleikjafyrirtæki var að leita að þér með þessa hæfileika. Já, einmitt, ég verður svolítið spurður út í þetta fólk er oft hissaðar að fréttir að í CCP við erum með sálfræðinga, við erum með hagfræðinga, við erum með lögfræðinga, við erum með fjármálafólk, við erum með bara alls konar tegundar fólki, þetta er ekkit bara forritarar og teiknarar sko og að búa til og reka tölvuleik er gríðarlega flókið og krefst, þú veist, ef þú ert að gera það á stórum skala eins og CCP gerir, þá þarf þetta að skilja mannlegt eðli og rekstur og greiningu flókina kerfa og allt þetta og ég var bara svona þetta var kannski svona réttur tími fyrir minn skrýtna hrærigraut af þekkingu, ég er að halda eitthvað fyrirlestur hérna
rekstrar umhverfi svona hugbúnaðarsprota fyrirtæki og Hilmar Vegar framkvæmdastjóri þar og honum finnst svona áhugaverð hvernig ég nálgast þetta og kemur að tala með okkar bara með fróðlegt hvernig þú greindir þetta og ég hef ekki heyrt Íslending vera svona nálgast þetta svona og fer eitthvað forutnast í bakgrunn minn og þá fer ég yfir það með honum og þá hann bara, heyrðu, ég held nú að við getum verið með verkefni sem okkur vantar einhvern eins og því og þá var sem sagt CSIP kom með svart hagkerfi í kringum fjárhættuspil inn í leikinn sinn í online sem var orðið mjög flókið verkefni sem að svona krafðist helst að einhver hefði svona smá lögfræðiþekkingu, smá hagfræðiþekkingu, smá þekkingu á mannlegri hegðun, kynna greina flókin kerfi og spilaði töluleiki og sem alltaf ótrúlega furðulegur hrærigrautur af þekkingu að ætla að hafa í einu mann en þetta akkurat hittin og bara það sem að ég hef og þannig ég kíkti bara á hann og ætlaði nú aldrei að fara eitthvað og það er nú önnur kannski leksía í lífinu að ef þú ert mjög mikið að plana eins og ég oft reynt að gera að þá býrðu til kassa sem að rúma bara einu það sem þú skilur og þekkir og það náttúrulega lokar allt úti sem þú skilur ekki þekkir ekki og ég skildi ekki og þekkti ekki CSIP og hefði aldrei planað að stefna á þangað en er alveg útrúlega ánægður að ég fór þangað og þetta er alveg mikið ævintýra fyrirtæki að vinna hjá og bara hann mér fannst það alveg geggjað og tek boðinu hans og kem hann inn og það er bara verið mikið ævintýri síðan og Hilmar var orðað þetta þannig með söluræðan hans og hann bara stutt og einföld hann sagði ef þú kemur að vinna fyrir mig þá gef ég þér aðganga stærsta og flottasta hegðunarfræði gagnasafni veraldar sem eru 15 ára hegðunarfræðigögnum úr hagkerfinu í online og það var alveg nóg fyrir mig til að taka næsta skref í að reyna að skilja þessa mannlegu þessa mannlegu sál sem að við erum. Ég mitt hefði haldið sko að þú hefði verið einhvern veginn bara svona meira tölvuleikja miðaður og þess vegna heillast af CSIP eða eitthvað í það áttina en það sem heillaði er í rauninni bara hegðun mannsins og CSIP býr yfir svona ótrúlega miklum upplýsingum hegðun notendaðar og það leikurinn er svo óskiljanlega flókin allavega fyrir mér og eins og þú tala um hérna áðan þá býr þetta bara yfir sínu eigin hagkerfi og fólk að taka ákvarðanir sem hægt að hafa áhrif á og þið getið í rauninni séð hegðuna minnstur eftir því hvað er gert í leiknum og hverju breytt og hverju bætt inn og tekið út. Já, og kannski fyrir þá hlustendur sem að þekkja ekki Eve sem er tölleikur sem þú vísi að þá er hann mjög óvenjulegur með að venjulega tölleikir að þetta er bara í rauninni raunhagkerfi að það var smíða bara svona resource kerfi og socio-economic kerfi sem að við setjum í rauninni ekki content eða efni inn í eins og aðri tölleikir, það er ekki bara hér er dreki og þú ert að drepa hann, heldur er bara hvað langar að gera með þessar auðlindir og svo koma bara leikmennir inn og byrja að ná í auðlindinar og byrja að stofna fyrirtæki og byrja að stofna viðskiptabandalög og fara svo í stríð og fara svo að njósnu hvern annan og þá bara verður til svona heimur, alveg svo raunheimurinn sem að hefur alveg ótrúlega mikið af svona svipuðum elementum í sem er rosalega fróðlegt að mæla og fylgjast með og þannig að þegar við til dæmis hækkum skatta eða gjöld í hagkerfinu þá getum við mælt miklu betur en raunríkisstjórn sko, hvað áhrif hefur það að hækka skatta einhverja líkunar á fólk stofni fyrirtæki saman minnkar það þenslu, hægir það á neyslu hefur áhrif á að fólk fari líklega í stríð heldur fólk að sér peningum hættir það í leiknum þá getum við mælt svo margt svona sem er svo verðmætt og þetta er ástæðan fyrir því að það rignir yfir okkur gagnabeinum og ég meina ég fæ örugglega vikulega gagnabeini frá Harvard, Oxford, Stanford bara rísa fyrirtæki og ríkisstjórnum út í heimi það sem að þeir vilja rannsaka í gennu gagnasetti okkar eitthvað þannig að ég meina tölvuleikir er ekkert þessar upplýsingar sem þeir eru með er ekkert eitthvað svona djók eða eitthvað svona hvað krakkar er að gera í tölvunni þetta er bara mjög dýrmætar upplýsingar sem er rosa erfitt að nálgast öðruvísi en í gegnum þennan tölvuleik. Já, ég meina sér, hvað eru verðmætust fyrirtæki heiminum í dag? Amazon, Apple þessi klassísku bandarísku Þetta eru tæknirísandir og ég meina, á tekur Google, Facebook Apple einhver leiti, kannski minna en eins og Google og Facebook hvað er verðmætið þeirra? Það eru gögn upplýsingar, já það eru upplýsingar og þetta náttúrulega bara er fólk að skilja meira og meira að akkur þetta verðmætt þar að þetta eru gögn mannlega hegðun og því meira svo skilur mannlega hegðun því betur ertu í að stofna fyrirtæki eða ná langt eða geta hjálpa fólki eða þannig að við búum náttúrulega bara rosalega fróðlegum tíma í mannkynssögunni ég til það upp á aðgang fólks að þekkingu og upplýsingum
mann náttúrulega bara aldrei meira en það er líka aldrei náttúrulega meira noise og meiri truflanir. En það eru líka að tala bara eins og þú veist, fjármálaráð þegar hann langar mikið að komast í þessar upplýsingar og sjá hvaða áhrif einhverjar breytingar geta haft á þessa hegðun inn í tölvuleiknum. Á Íslandi? Já. Eða ég meina bara, þú veist, þetta er í rauninni, þetta eru gríðarlega verðmætar upplýsingar, þetta er ekki bara eitthvað fólk í tölvuleik og búið, sko. Já, algjörlega. Já, ég meina, ég myndi segja það, ég náttúrulega veit ekki hvort það er ríkisstjórnin er í sammála, en ég myndi segja það að ef ríkisstjórnin er að skoða áhrif af skattahækkunum, þá er hægt að svona prufukeyra mjög margt í gegnum kerfi eins og Hacker Eve Online til að skilja betur bara, þú veist, hvar eru þannmörk jaðarskattlæningar á, þú veist, tekjur, þú veist, hversu lengi getur skattlætt fólk þangað til að bara ákveður að búa til Panama aflandsfélag og fara í burtur hagkerfinu, þú veist, hvað lætur fólk mikið við sig ganga eða þú veist, hvers konar skattar örfa þetta eða draga úr þessu, þú veist, eins og við erum nýbúin að hækka transaction skatta eða svona viðskiptaskatta, þá kom okkur svo óvart að samfélagi leiknum var ekkert brjálæði yfir í, þó að við höfum alveg sett 300% hækkun, þá kemur ljósa ástæðan fyrir því að þetta er bara skattar sem getur flutt yfir á neytanda og af því að sá sem að selur, hann bara lætur þetta inn í verðið og það er bara kaupandi sem tekur þetta, en þetta gerist allstar sem þú kaupir, þannig að þetta verður bara partur af nýjum veruleika og þetta er svona eins og gistináttagjald á Íslandi þegar við ræðum það, það var að tala um að setja það á. Það er mjög fáir sem að ferðast til Íslands sem munu hætta við út af því að gistináttagjald hækkar 4%, fattaru. Þannig að þess vegna er það skattur sem þú getur hækkað og það er ólíklegt að það verður allir brjálæði í samfélaginu, en ef þú myndir hækka skattin á laun fólks, þannig að finna allir strax fyrir og það tekið beint af því bara hvað getur gert strax með skattin og ég get ekki velt tekjuskatti yfir á einhvern annan, þess vegna verður ég brjálæður. Þannig að þetta er bara, það er fullt af svona hlutur sem þú getur kafað svo djúpt onni þegar þú hefur aðganga svona gögnum og svona kerfi, sko. Hvernig nýtur þér þennan áhuga þinn á svona mannlegri hegðun? Þú veist, þú væntanlega fer mikið af þessum upplýsingum sem múst aflaðir bara í það að gera sjálfa þig á betri einstakling eða hvað? Já, ég reyna það. Ég vona það einhvers konar markmið hjá þér. Já, ég hef stundum sagt núna, ég var á ráðstefnu í fyrra og þá var ég beðin að lýsa í einni setningu hvar ég var stattur í lífinu og ég sagði ég er á botninum í Dunning-Kruger kurfunni, sem er kurva sem að lýsir í þegar þú byrjar að læra um eitthvað, þá finnst þér að þú vitir allt um það og ert algjör sérfræðingur, þú smúið lesa eina bók um eitthvað næringu og þú fer að pistla yfir öllum næringu, lest eina bók veganisma eða eitthvað, bara núna vistu allt og svo fer að læra meira og þá fer að fara niður í sjálfströsti og fer bara að vá hvað er mikið sem ég veit ekki og vá hvað ég eftir að læra mikið og svo næri botninum og mér líður á mjög mörgu sviðum í lífinu minni, ég sé þar og svo er svona byrjar að fara upp aftur, þá í rauninni fyrst getur fara að kalla þig sérfræðing. Ok, þegar eitthvað svona smá sjálfströsti byrja að myndast aftur. Já, og í rauninni fann að skilja hvað þú skilur lítið. Þá ertu farin að vera sérfræðingur, það er oft talað um það og það er oft grínast með að Donald Trump sé alltaf í byrjun á svona kurvi öllu sem hann gerir, að því hann alltaf nýbúin að lesa eina bóka, eitt tweet um eitthvað. En þannig já, ég er til dæmis að fatta hvað er ótrúlega margt sem ég ennþá skil ekki sjálf mig og hvað ég sjálfur er ótrúlega ófullkominn og er að reyna að vinna mikið í bara eins og síðast ár var stóra markmið að reyna að temja mig meiri auðmýkt og ára undan var og þetta er bæði markmið sem er ennþá í gangi að reyna að byggja upp meiri svona samkendargetu sem að kallmenn eru á eftir konum í til dæmis, konur hafa meiri getu til samkendar en kallmenn en ég hef lært í báðum þessum tilvikum að það er alveg hægt að vaksa í þessu með einbeittu efforti og ég trúi náttúrulega mjög mikið á svona growth mindset að þú ert ekki bara föst stærð þannig að já, ég er orðin mjög meðvitaður í allri þessari eftirsókn eftir þekkingu hvað í rauninni ég er gallaður og hvað er margt sem ég get unni en það er líka mjög skemmtilegt af því að þegar þú fer að fatta hvernig þú getur unni í þér þá fer líka að fatta að þú getur unni í þér og að þú getur bætt mikið af þessum göllum og svona rugli sem maður hefur sko. Já, þú deildi líka einhver mynd svo ég af niðurstöðunum úr PISA-könnunni hvað strákar komu illa út úr lestrar að lesa sér til gagns eitthvað kringum 34% drengja gátu það ekki en þau voru líka hæstir í growth mindsetinu eða ekki? Já, það var nú einmitt ef maður reyna að flagga einhverju jákvæðu úr PISA-könnunum þá var það alltaf frábært af því ég held að þetta sé ótrúlega mikilvægt nú og ég 3 börn og þetta er einn af hornsteinunum í uppeldinu hjá mér, það er að reyna að temja svona growth mindset
og því bara þú ert svo allt öðrum stað í lífinu og þú skilur að hérna, ok, ég er ekki góður að teikna eða ég er ekki klár starffræði eða ég er ekki góður að hlusta á annað fólk eða eitthvað, hérna, ég þarf þá ekki alltaf að vera ég get bara að byrja að vinna í þessu og ég get bætt mig í því og það er mjög fátt sem að af öllum þessum áskorunum sem ég sett á sjálf mig, þá ég man allan ekki eftir í fljótu bara neitt það sem að ég bara verið bara, vá, það er ekki hægt að ná árangriðina ég er bara líffræðilegu þröskuldurina sem ég mun aldrei komast yfir, veist það ég held þú lendir ekki þar nema og sér bara komin í einhvern svona afrekshóp yfirleitt sko eða þú veist, sé eitthvað aðra utanakomandi hindranir. En síðan er þetta oft aðeins lúmskara þetta svo andstæðan, fixed mindset þar sem að þú rauninni bara trúið því að þér var útlutað einhverjum genum og þú bara spila svolítið eftir þeim eða aðstæður eru bara eins og þeir eru. Þú veist, eins og þetta, ég held að það er allir sammála þetta er svo skýrt þegar þú segir þetta eitthvað, herðu, wow, ég held ég bara geti aldrei lært á píanó, þá var maður svona, hey, come on, þú veist, þú getur örugglega lært hérna góða mamma og sen getur þú farið upp í þetta og þetta og þetta. Akkurat. En síðan nefndir áðan eitthvað, bara þú veist, kjarnorkuvísindi, bara eitthvað, ef ég tilenga mér að bara hérna lesa það í klukkutíma á hverjum degi, þá get ég bara orðin helviti góður í kjarnorkuvísindum. Það einhvern veginn svona, þar fæ ég meira bara svona, er það samt? Eða þú veist, skilur, maður veit svo brjálaða heila í þessu í bara öllum röngrinum og svo leiði sko. Þá svona, maður hefur einhvern svo súrealíska standarda til að bera sig saman við hvað þýðir að vera góður í einhverju eins og bara, þú veist, Stephen Hawking í hérna bara svarthóla fræðum og öllu þessu sko. Já, það er alveg frábær kvót í hérna tilvitnun, ég manu ekki hver sann, þetta er einhver svona Silicon Valley gaur, það sem maður var að segja sko, ef þú ert ákvað hvað ætlar að gera í lífið þitt, þá hefur tvær leiðir, önnur er svo að þú velur eitthvað eins og bara sem allir er endurskoðandi og þú bara reynir að vera bestur þar og þá ert þú að keppa bara á móti öllum sem hafa verið endurskoðandur áður og sem er bara ógeðislega erfitt og mjög svona technical og mikið svona þú ert að lesa mikið og hafa mikla reynslu og eitthvað svona og þá bara ef þú ætlar að komast í topp 10% þar, þá er það bara, þú veist, örgulega 10.000 klukkutímar lágmark og bara rosalega mikil vinna. En síðan, af því það er engin bara góður eða bara áhuga einu, þá getur þú fara að blanda saman hlutum og verið kannski bara, herru, mér langar að kunna smá endurskoðun, en ég hef líka áhuga á lögfræði og sálfræði og ég ætla bara að byrja svona ná mér í grunnþekkingu þessu öllu og þá ertu kannski bara í, þú veist, 50% mikildi eða jafnvel bara bottom 75%, en þegar þú setur þetta þrennt saman, þá ertu kannski komin í topp 5 eða 10% í einhverju nýju sem engin annar hefur. Já, nákvæmlega. Og það sem ég tilenga mér í hérna öllu sem ég hef reynt að læra, sem er alveg ótrúlega góð leksía og þetta var eitt af fyrsta sem okkur kent hana í þessu námi, það var hérna Paretos law, eða lögmál Pareto, sem er að 20% af hérna því sem varst að díla við hreyfir yfirleitt 80% og þetta er alveg ótrúlega rétt. Það er eiginlega alveg sama hvað skoðar og myndir skoða eitthvað fyrirtæki, það er mjög líklegt að 20% af fólkinu er með 80% af hérna vesinu og 80% af hérna virðinu í fyrirtækinu og sama með eiginlega alla að ferðin í að reyna að skilja eitthvað eins og kjarnorkuvísindi sko ef þú ætlar bara að geta smíða kjarnorkukljúf, þú veist, ef það er markmiðitt þá ætlar kemst aldrei upp með annað en bara, þú veist, örgulega 10-20 ára af lærdómi, en eða langar bara að skilja svona grunninn og geta orðið hérna, þú veist, samræða hæfur og kannski áttaði á því hvernig kjarnorka er búin til, þú veist, án þess að geta kannski endilega sjálf smíða springinu eitthvað, þú veist, þau 20%, það myndi ég sé alveg innan færis, þú veist, en kjarnorku vísindin alltaf örgulega eitt erfiðasta sem ég getum valið það, við tökum kannski eitthvað einfaldir eins og píanó, þú veist, þá myndi halda allir píanóspilar og allir hljóðfæraleikarar, þeir myndi segja sko, þú veist, læruðu 20% af gripónum, það er örgulega mér að færri hérna, minn er svo bara með gítar það er ekkert rosa mörg grip til þess að geta spila bara einfalda útgáfa af flestum lögum. Nákvæmlega. Og læruðu það, þá ertu komin kannski með 80% getu að fara síðan upp í 90%, það er alveg bara margfalt stökk í viðbót, þú veist, það ætla bara að læra að taka hérna gítarsól og læra að taka hérna, þú veist, spila bara með öðrum puttanum og meðan hinn er á öðrum gítar eða eitthvað, þannig ertu komin út í eitthvað svona, ef þú vilt komast þangað þá þarftu líka bara að vera tilbúin í þá fjárfestingu en ég held að lang flestir þegar þeir eru svona hugsa, hérna, mér langar að þú veist, geta orðið aðeins heilbriðar eða borða betra eða þú veist, lært á hljóðfæri eða lært að teikna eða eitthvað, þá eru þeir ekki að hugsa hérna, ég nenni ekki að gera þetta nema ég verið bestur í heimi þá held ég að flestir síðan bara hugsa hérna, ég væri til að geta spila lag eða teikna mynd sem er lík andlitið á fólki eða eitthvað og það er nú yfirleitt markmið sem að rúmast inn í þessum 20% sko. Nákvæmlega. Og þá er náttúrulega bara eins og þú sagðir hérna að við byrjum að spjalla saman næsta skrefið að þú veist, settu þér
skref þar sem að þú ræður við, þú veist, það er mælanlegt markmið og það er árangur í hverju skrefi. Ég held að þetta tvent er það sem að langflesti klikka og þess vegna gefast upp á markmiðunum sín. Þeir ætla bara hérna, þú veist, ég er 100 kíló og ég ætla bara að vera 75 kíló í sumar og bara koma með 6-pack og það er bara eina markmiði sem ég hef. Einmitt. Þú veist, ekki bara hérna, ok, hvernig losnaði fyrstu 2 kílóin eða, þú veist. Já, nákvæmlega, og ég minna bara eins og, þú veist, þetta er rauninni fárlega dæmi sem ég var að taka, bara af hverju ætti ég að fræða mig eitthvað þetta ef að Stephen Hawking var einhver tímann til, skilur, þetta er svo niðurbrjótandi og í rauninni, af hverju ætti ég að fara út að hlaupa þegar Eliud Kipchoge var að hlaupa marathon undir 2 tímum, skilur, þetta er rauninni ekki rökrétt, sko, en þú þarft líka svolítið að finna bara svona hvað, í rauninni átt að hvert endamarkmiðið er í rauninni, þú veist, af hverju ekki fara út að hlaupa út að þeir mun líða betur líkamlega, andlega og þú veist, hérna, mögulega eignast nýtt áhugamál og hafa gaman að þessu. Já. En ég hvet fólk í taka sér tíman í að finna sér 20% en þess að þetta er alveg brjálæðslega mikið svona lifehack, svona svindl 20-80 já, það er mjög íslenskt að ætla að gera eitthvað að bara dempa þér í það henda þér bara út í það og það er alveg ágætt í einhverjum tilfellum en yfirleitt þá druknar og svolítið sko í staðan fyrir bara ok, ef ég ætla að ná árangri í, þú veist segjum bara ég ætla að missa kíló, ég ætla að vera léttari þá þarf ekkert brjálæðslega mikla leit á netinu eða tala um næringafræðinga lækninga til að skilja að þú munt ekki gera það í líkamsræktarsalnum, þú munt gera það í eldhúsinu og bara það að skilja þennan mun þannig ertu strax komin þú veist, bara miklu nær sannleikanum, síðan er bara að skilja hérna, já, þú veist öll þessi unnu kolvetni sem ég er að borða þau eru bara ógeðslega óholl, ef ég bara tek það út, þú veist, þá ég vel þar ekki eins og var rektin og ég mun bara ná markmiðinu mínu, þú veist þannig að skilja bara hvað eru 20% og hrefa 80% oft eru bara, já, þetta er bara miklu hérna, léttar en ég held eða miklu veist, nærði að vera geranlegt heldur en ég að geta ímyndað mér sko. Af hverju langaði þér að vera 200 ára? Ég var nú bara örgulega 10 ára þegar ég setti mig þetta markmið og ég var eitthvað að velta fyrir mér bara í rauninni svona takmörkum á hérna mannlegri getu og mér er svo fróðlegt sko að þú ert nú ekki að fara mjög langt aftur í mannkynssögunni ég reyna að muna tölunar mér minnir að þessi 1860, 1870 þetta er svona 150 ára í Íslandi þá er meðaláturinn í Íslandi bara eitthvað í kringum 47 ár í mandirétt, hann er allavega bara rétt upp það sem við köllum miðanaldur í dag og í Bretlandi var hann bara 30 eitthvað á tímabili svo koma bara hérna 2-3 mannsaldrar og þá erum við bara komin meðalaldur upp á 82 ár 84 ár hjá konum og svo fyrir að skoða bara hvernig gerist þetta bara fengum við bara brjála DNA breytingu eða breyttist plánetan eða þá er rauninni bara fyrst og fremst aukin þekking og að tæknin hefur gert það verkum að við erum ekki föstun í kólanámi með einhverju endalösu eymd eða fáum ekki nóg að borða en rosalega mikið að þessi bara aukin þekking að skilja bara, þú þarft að sofa nóg þú þarft að borða holt, þú verður að hreyfa þú þarft mannleg samskipti, þú þarft að snerta fólk, þú þarft einhvern sem elskar þig, þú þarft að hafa tilgang í lífininu og hérna mér átt það svo fróðlegt og ég fer að velta fyrir bara hvað ætla takmörkin sé ef einhver að myndi fæðast einstaklingur í dag og myndi lifa hennu fullkomna lífi með þekkingur sem við höfum sem ég heldur reyndar aftur, Donning Kruger kúran, ég heldur sem við veitum ekki neitt við veitum mjög lítið hvernig mannslíkan virkar en þá en við myndum bara láta eitthvað lifa eins fullkomna lífi að gætum bara hann alltaf hans sálfræðilegu þörfum mætt og andlegu og hérna næringu, bara toppnæring, toppreyfing aldrei of mikið, aldrei of lítið færa að vinna tilgangsríka að vinna okkur svona hvað gæti sá einstaklingur orðið gamall og ég trúi ekki í dag að hann gæti orðið 200 ára ekki með núverandi þekkingu en ég held að á mínum aldri gætu við ná þekkingunni sem þarf til þess að getur orðið 200 ára markmið mitt er samt ekki eitthvað ég ætla að vera 70 ári í öndunavél heldur er bara hvernig get ég hafa lífin mínu þannig ég eigni sem flest góð ár og þá er mjög gaman að skoða tölfræðina ef við skoðum tölur Bandaríkjunum þá er meðal Bandaríkjamaðurinn að skilja eftir 12 ár af góðum heilsu árum á borðinu bara með ákvarðanatöku bara með því að velja ekki að borða rétt velja að sofa ekki nóg þú veist, of mikið stress vera of mikið í símanum, allt þetta og 12 ár er ekkert smá mikil tími, þú veist, hugsa þú hvað varst þú að gera hérna 2008, hugsaði hvað hefur gerst í lífinu sinns 2008, hugsaði þú geti bætt þessu öllu við endan á lífinu, í góðri heilsu þú veist, það er ekkert smá mikið sem er undir og þetta er bara meðaltalstölunar, hjá einhverju fólki er þetta sko 20-30 ár
og ég held að það sem að gerast á hverju ári að við erum að læra meira við erum að skilja þetta meira og ég reyna að fylgjast með því og ég reyna að aðlaga eftir bara hvernig vísindalega þekkingin heldur áfram en mikilvægt partur af þessu ferli ég prófa á sjálfum mér við erum bara ólík og ég lært mikið á sjálfum mér á því og ég vona náttúrulega að með því að þú veist að því að einhverju leiti þetta fórnir þú veist ég að velja ekki nota þú veist efni og ekki gera ákveðin hluti sem að öðrum finnst vera þú veist eitt af betur hlutunum í lífinu en ég að vona með þessu að þú veist þá get ég eignast fleiri fleiri ár þar sem ég með til staða fyrir börnin mín og barnabörnin vonandi og kannski barnabörnin og þannig að það svona ástæðan fyrir ég legg út í þetta en við gerum fullakar fyrir því ég geti labbað inn út 2 ár eftir og bara verið kyrt á mig í döður sko Já, einmitt, þetta ekki eitthvað en mér finnst ég þá allavega, ég fæ bara 1 skrokk ég fæ bara 1 sál og ég allavega ekki bara einhverju gamli með hana ég allavega að reyna að optimæsa sem ég fæ út í því og mér finnst það bara svona ábyrðar hlutur sem að ég tel bara mér byrja skild að taka alvarlega sko Einmitt, eitt með þetta samt sko, vilja vera 200 ára þið þarf að líða ansi vel til þess að vilja eiga 100 ár í viðbót af þínu lífi og bara svona til andstæðu fólk sem að fyrirfæra sér þeirra versti ótti bara að verða 200 ára í sama fari og þeir eins og því líður í dag eða ég meina bara fólk sem hefur það erfitt þú hlýtur þá væntanlega hlýtur fyrst að koma ákveðin lífsánægja og síðan mér langar að reyna að halda þessu lífverðni eins lengi og ég mögulega get Já, þetta mjög góð punktur og það alveg rétt og ég mjög blessaður að ég hef átt góða foreldra og á mjög góða eiginkonur sem ég kynntist ungur og bara hef átt gott líf, ég hef mjög litla kvarta og það náttúrulega gefur manni þennan neist á þess að von að velja halda áfram en það held ég að fallegasta sem þú getur gefað hennar manneskjur von inn í lífið hennar og ég meina það hefur styrkt mér í þessu markmið ég er svona 3 barna faðir núna ég var faðir svona sæmilega ungur og langa alltaf í stóra fjölskyldu og þú veist ég vil geta fyllt kynslóðinni minni úr hlaði og sem lengst og ég meina ég hef alltaf frá ég mann eftir mér haft 10 ef ekki 100 sinnum lengri lista verkefnum sem ég langar að sinna heldur en ég nokkuð tíma kemst yfir þannig að ég sé ekki fyrir mér ég verð einhverju vandra með bara allt í einu bara heyrðu ég hef ekkert að gera, ekkert sem ég langar að læra og enginn sem ég langar að hanga með en auðvitað er þetta rétt hjá þér að ég get mistið þetta allt á morgun og það getur gerst eitthvað hrikalegt og kannski missi ég alla löngun til þess að fylgja eftir þessu markmið og ég vona að það gerist aldrei Já, það var svona alls ekki punktur minn, ég var meira bara svona benda á það, þú veist auðvitað hlýtur mann að líða vel og er búin að koma sér þokkalega fyrir og bara spenntur fyrir lífinu ef mann langar að lengja það svona sko. Já, kannski er þetta forréttinda merki að bara yfir höfuð dyrfast að setja svona markmið Já, það er bara jákvætt merki, ég meina bara að mann sé búin að koma sér upp góðum lifnaðarháttum og bara nýtur lífsins sko. Já, af því þetta er alveg rétt það var margir sagt þetta við mig sko, bara ekki myndi ég vilja vera meira en svona 60-70, ég held að það sé alveg glata og ég held að einhver hluta þess er að við tengjum elli í dag, við tengjum hana svolítið við eymd og sjúkdóma og við erum, þú veist ég held að muni breytast alveg stórkostlega á næstu 20 árum hvernig við horfum á eldra fólk og gamalt fólk út af því bara það er farið að huga mér að því bæði er eldra fólk alltaf að verða heilbrigðara og þú sér það bara, ég meina við skoða bara ömmu mín og afa þegar þau dóu kringu 70 og þú veist hvernig þau voru þá í heilsufars ástæðandi með að við foreldrar manns í dag og fólk sem er á þeim aldri þú veist hvað er mikill munur og þetta með batna og fyrir það bara samfélagið er efnara og fólk hefur meira þú veist getur til þess að halda áfram að vinna lengur eða sinna verkefnum áhámálum og leita tilgangsins og læra og fræðast og þegar kynslóðin að fara að koma inn allir eru tæknivættar og svona þá held ég að þetta mun allt breytast svolítið sko og afstæða fólks, þú veist, í dag þegar þú hugsar að verða gamall þá horfir þú bara á gamalt fólk í dag og hugsar þá verð ég svona en ég held að verði allt öðruvísi, ekki það að sé slæmt að vera gamall í dag, ég held bara það sem þú veist, þeir sem eru aldraðir í dag þeir ólist upp í allt öðruvísi heim og með allt aðra vonir og væntingar heldur en ég og þú munum gera og bara í allt öðrum heimi sko. Já, og eins og þú segir líka þá var þitt markmið ekki að hanga þarna inni þá getur það verið 200, þú veist, þú ætlar að eiga góð ár. Já, það veist, vonandi mér langar að reyna, eftir því ég tel að ég og þú og allir hafa töluvert frelsi í að hafa áhrif á þetta. Já.
og ég held að þú getur ákveðið það, ég meina þú ert 25 ára, þú getur alveg ákveðið ef þú byrjar í dag og ákveðið bara, ég ætla að gera nokkar grundvallarbreytingar á lífinu mínu, og yfirleitt er það bara gott, ég ætla að reyna að borða hollt og hreyfa mig og passa upp á vini mínu og fjölskyldu og vera með tilgang og svona, ef þú nær að fylgjast eftir, þá ertu kannski bara tryggja 8, 10, 15 góð ára af heilsu og ef þú nær að fylgja þessu eftir, þá held ég að þú verðir ánægður að þú fáir þau 8, 10 eða 15 ár. Nákvæmlega. Þessi hluti sem þú getur haft stjórn á í tengslu við þetta, þeir náttúrulega snúast líka bara að miklu leyti ekkert bara langlífi, heldur bara heilbrigði. Það sem er svona mest krassandi og umtalaðasti hlutur myndi ég halda að vera fösturnar. Ok, ekki trúin? Jú, jú, en mér finnst hún eitthvað svo, það er eitthvað svo fallegt konsept sko. Ok, ég spurur svona svipa mikið út í bæði. Er það? Já, ok, en já. Mér finnst meira bara svona eins og föstur, þeir mæta einhvern veginn svona, þeir fara svolítið hart við læknisfræðina, veistu hvað við? Já. Ég meina, og það er ekki að það sé rétt, heldur meira bara svona, þú veist, það er engin landlæknir eða einhver svolítið sem mælir með þessu í rauninni. Það er bara, og þú hefur örugglega tekið eftir þessu í svona internetfræðum og þegar sérfræðingar að stíga fram ekki á vegum einhverja embætta, þeir eru svolítið að fara gegn þessum gömlu fræðum eins og bara með, hvað heitir það, Standard American Diet sem er alltaf bara, alltaf hlegið að í öllum nýjustu vísinda næringa bókum. Eldi svo sannarlega ekki vel. Nei, einmitt. Þannig að, og mér finnst fösturnar þarna að vera bara svona eitt af þessu sem er bara algjör rýtingur í gömlu fræðin. Og einhverju leiti er það náttúrulega líka þannig að þú veist, hver vill fjármagna rannsóknir á föstum? Það er enginn sem græðir neitt á því að þú hættir að borða. Alveg rétt. Það er ekki Kellogg's sem er að fara að segja þér að hætta að borða morgunmatinn eða þetta fyrirtæki eða þetta sem að vill á fastir. Alveg rétt. En það eru sko stærstu, umfangsmestu og flottustu rannsóknir sem voru gerðar á í rauninni næringaskort og hungri og föstum voru gerðar í Bandaríkjunum upp úr seinni heimsstyrjöldinni út af því að Evrópa var bara í hungursneyði og þeir vildu bara skilja hvað þýðir það þegar fólk fær ekki að borða til lengri tíma og þegar fólk hungrar og þannig að það voru bara nokkur 100.000 manns settir í gegnum svona controlled trials og það er bara út af því hvernig heimurinn var þá. Þú veist, þá er bara hagsmunir heila heimsálfu undir, þess vegna var þetta gert á svona miklum skala, bara old school style sko. Og en það er alveg rétt hjá þér, í dag er flestar af þessum rannsóknum niðurstöðum eru oft svona frekar lítil þýði, en mér finnst þetta öll þessu umræðan hunsar að meiri hluti jarðarbúa gerir þetta og hefur gert það í árþúsundir og þetta er svolítið viskan sem er í trúabröðunum sem að mér finnst fólk oft gleyma er að trúabröð og trú og svona viskan sem fylgir því er líka sko samanþjöppuð þekking mannkynsins og það er einhver ástæð fyrir að fólk heldur í föstur svona lengi kynslóð eftir kynslóð, þetta hefur einhver áhrif og langflestir, eiginlega allir sem að því að ég var óvart svona hálfgerð talsmaður fastna þegar ég tók aðna 10 sólarhringaföstunum minn daginn, það var nú ekki planið en hérna... Nei, ég meina að gerist að klála út af því að fólk hefur áhuga á þessu. Já, bara greinilega mikil áhuga á þessu. Allir sem hafa hringt í mig og það var margir og margir læknar og verið að hrauna yfir þetta og hundskama mig fyrir þetta og bara bestamál, ég er bara ánægður að fólk er þá ekki að pæla í þessu, höfðu ekki sjálf prófaföstu. Nei. Og ég var alltaf bara ok, akkur ég var á að gera og þá kom eitthvað svar og þá fór ég bara ég nú prófa þetta sjálfur, þetta gerist ekki svona eða hér er rannsókn sem að fer yfir þetta og þetta er ekki eins mikill áhættufaktor eins og þú ert að lýsa á og svo ég alltaf spurt, hefur þú fasta sjálfur eða sjálf? Það er alltaf bara nei, af því það er hættulegt þannig að ég á ástæðan fyrir ég var tilbúin að hvetja fólki að prófa, ég hvatti engan svo heitir ekki það, ég hvatti engan til að prófa 10 sólarhringaföstu, ég var að hvetja fólki að prófa sólarhringsföstu er bara, ég er búin að prófa þetta sjálfur í 5 eða 6 ár og ég veit nákvæmlega hvað þetta gerir og það einn sólarhringsföst er mjög vel rannsökuð og það er bara mikið heilsufars ágóði að hafa þar og þetta er annað sem ég vant oft hjá fólki er að þú er kannski að pæla í hvort þú er að vera grænmetisæta þá bara lest einhverja greinu eða hlustar á næstu grænmetisæta sem þú þekkir svo horfur bara grænmetisætuna, hvernig líður henni er hún flott eða fitt ef hún er ekki þá bara hlýtur þetta bull í staðan fyrir bara okkur prófar ekki bara sjálfur að grænmetisæta í viku og sér bara hvað áhrif það hefur á þig að því við erum líka að læra meira og meira og þetta er ástæðan fyrir því ég held að læknisfræði sé í botninum á Dunning-Kruger-kurvunni þrátt fyrir ég beri mikla virðingu fyrir læknisfræði er að það er svo margt sem við skiljum ekki eins og bara áhrif af þarmaflórum
það eitthvað sem bara ný komið í ljós að þarmaflóra hefur bara gríðarlega mikil áhrif á hvernig við vinnum úr lyfjum. Já. Og nú erum við bara að læra það út í hvernig staðlarnir eru og hvernig lyf eru samþykkt í Bandaríkjunum, að það má ekki vera óvinnilega áhrif á meirinn 5% af þeim sem að prófa lyfin, að þá er ekki samþykkt. Og núna er bara komið í ljós að líklega eru fullt af topp lyfjum sem hafa ekki verið samþykkt út af því að fólk var að í rauninni taka ólíkt inn í blóði út af mismunandi þarmaflóru. Okay. Það er eitthvað svona bara glæný þekking sem við eiginlega vitum ekki neitt um. Nei. Og það var bara lengi vel talið til þess að geta ekkert farið úr þörmum upp í heila, þú veist, og í genið blood-brain barrier og allt þetta. Þetta er alltaf að breytast og hratt, sem þýðir það að við erum alltaf að taka ákvarðanir út frá í rauninni skertum upplýsingum, þannig að við þurfum að fylla mikið í þarna, og ég meina að tala um einhvern lækni, það er allt fullt af læknum í vinnufjölskyldu, og tala um einhvern lækni sem við starfaði meir en 20-30 ár, að segja þær allir að sama. Læknisfræðan byggir mest á reynslu og því sem er á séð, og það er ótrúlega margt í skólabókunum sem er í rauninni bara hálf sannleikur. En við erum rosalega röga á að prófa sjálfum okkur. Mér fannst nefnilega ekkert merkilegt eitthvað, ég hefði ákveðið sjálfur að borða ekki í einhverja daga, ég er bara að sjá hvað gerst fyrir mig og er að fylgjast með þessu og mæla þetta og mér var svo hissa hvað mörgum fannst það merkilegt að því að ég bara eitthvað, þú getur alveg gert þetta sjálfur. Já. En svo að sé nú sagt sko að það sem að mikið af þessu heilbrigðisstarfsfólki sem hafði samband mig hafði áhyggjur af væri að fólk sem væri þá ekki við góða heilsu eða mögulega með einhver undirliggjandi sjúkdóma eða eitthvað væri að prófa að borða ekki marga daga og væri þar með að taka óþar áhættu og það er náttúrulega rétt sko. En ég gerði þetta náttúrulega undir handleiðslu sko, ég var með lækni og sérfræðing í næringafræði og hjúkku og ég var með teima baku mig og við fylgdumst mjög vel með þessu öllu en ég kom líka bara vel út úr þessu. Já, það er einmitt og einmitt að þú hafi fengið svona mörg skilabóða sem fólk var að spyrja út í föstuna og þú veist, fyrir þér var þetta ekkert stórmál og hvað þá einmitt að fasta í 24 tíma og ég svona einhvern veginn ég held að ég sé á röngum stað varandi en ég trúi ekki einhverjum finnist það magnað í dag en það virðist vera, fösturnar er ekki búin að reiða sér svo mikið til rúms en það voru mjög ég fengi mörg skilabóða sem ég bara spurði er einhver podcast það sem er talað um föstur og ég ákvaða bara að taka saman bara hvað podcast er þetta og þetta er í rauninni aðalega 3 sem kom í hugan, þetta er Evert Víglundsson crossfitari, crossfit-þjálfari Sigurður Ernir, ultra hlaupari og Arnar Pétursson, besti langhlaupari okkar Íslendinga í dag þetta er bara svona 3 hraustustu einstaklingar sem hafa komið í podcastið með þeim allavega. Allt bara svona superhumans Einmitt, og þeir eru að gera þetta í sko, þeim tilgangi að besta sjálfan sig Já. Þinn tilgangur er væntanlega sá og í tengslu við langlífið, þegar ekki? Já, eiginlega mest við trúna sko það var nú alveg ástæðan fyrir ég byrja á þessu Í alvörunni? Ég byrja á þessu algjörlega út af trúalegum ástæðum og finn eiginlega síðan bara sem hliðarafurð hvað þetta er holdt sko okay. Þannig að ástæðan fyrir ég fer að fikta í þessu upprunlega er að ég er að lesa hana kafla í Biblíunni í Matteus þar sem við tala að Kristur að fara út í eyðimörkinni í 40 sólarhringa og ekkert borðað og ekkert drukkið og svo hafi djöfullinn komið á freista hans og ég var bara eitthvað, vá hvað þetta er grjóthart og ég er eitthvað svona, ætli ég get einhver tíma að fasta í 40 sólarhringa og ég bara, ég verð nú að prófa þetta og bara sjá hvað ég kemst langt Er þetta í alvörinu þetta er þín fyrstu kynni að föstu? Já okay, wow. og þannig að ég fer og bara hringi fólk í kringum mig sem ég vissi að vera trúað og fer bara að tala og spyr hefur þú eitthvað fasta út á trúalegum ástæðum þá kom ég ljósa að það var fullt af fólki í kringum mig sem hafði fasta út á trúalegum ástæðum og það bara ekkert að auglýsa það og ég fer bara svona, hver er reynslan að því og akkur gerir það og þá segja þau öll að sama bara að þetta er gríðarlega andlega styrkjandi og svona, það er eitthvað sem gerist í þessu sem eflir sambandi við Guð og ég fer að spyrja á hvernig undirbúið þetta okkurju og það var allt rosa misjaft, sumir borðuðu bara grænmeti fyrir og aðrir voru einhverju soði og sumir fengur sér eitthvað en eina sem allir voru sammála að þyrfti að undirbúið sér vel andlega svo fer ég að lesa bara meirum þetta í trúarbröðum almennt og akkur fólk gerir þetta og svona og Biblían er full af sögum föstur sem er ógeðslega áhugavert, það er alltaf fastað áður en að sko, eitthvað stórt gerist eða áður en að Guð tala við þig eða áður en þú ert að fara í eitthvað massa verkefni og það er alltaf að fara í bæn og föstu og allar að kalla niður kraftaverk og eitthvað og ég var bara, þetta er svo stór partur af þessu og bara hvernig var mér alltaf búin að yfirsjást þetta og ég var bara eina leiðin ég skilið þetta eitthvað, ég þarf að prófa þetta sjálfur mér þannig ég byrjaði bara að prófa að taka 1 sólarhring, svo beðið viku, tók 2, svo beðið viku, tók 3, svo 4, svo 5, svo 7 og það var ekki mikið í þessum styttri föstum en svona upp úr 3. og 4. degi þá fara þessi andlu áhrif að koma rosa sterkt fram og sérstaklega þegar ég var komin í 10 sólarhringana sem er
þetta dempar egoð í þér af því að þú velur að taka svona grundvallar hluti sem næra sjálfa þig og þú hættir því og það eitthvað sem gerist, ég veit ekki hvort þetta er universal, nú er ég bara að lýsa minni upplifun á þessu að þegar að svona upp úr 3., 4., 5. degi þá hætti ég að hugsa svona eins mikið sjálfa mig og mína þarfir eins og maður gera alltaf vanalega. Bara hvað langar mig að gera, hvernig líður mér, hvernig ætti ég að tala, hvernig skemmti ég mér, hvað langar mig að læra og ég fór meira pæli bara hvernig líður fólkin í kringum mig og akkur alltaf þessi sé svona og bróði minn var hann var gangi gennum smá svona heilsu áskorun hann og ég var alla daga bara að pæli hvernig alltaf honum líði og það er svo mikla áhyggjur á honum og sem ég myndi alveg venjulega gera en ekki svona mikið venjulega myndi maður kannski, nú er smá frítíma og svona, já, hvernig alltaf trösta bróður líði en þarna var ég bara alltaf að pæli því og þá fór ég að finna rosa ríka þörf til þess að, gefa tíma minn öðrum og biðja fyrir öðrum og í gegnum þær bænir og þá fór ég að upplifa svona rosalega sterk og kröftuga tengingu við Guð sem þessi kærleiksríka tenging sem að þeir sem oft komin langt í trúnni lýsa og það bara sjúklega kröftu og gefandi lífsreynsla og sem ég held að því að ef þú skoðar í rauninni boðskapin og hugmyndafræðina sem Kristur kemur sem alltaf áhrifamesti einstaklingur mannkynssögulega líklega að þá snýst hún öllum sjálfsfórn hún snýst öllum að vera, sá eða mestur sem er í rauninni þjónn hinna og ég fer að fatta að líklega eru föstur eitt verkfæri sem að Guð eða Kristur fyrirskipar til þess að þú getur dempa ego þannig að þú komist nær Guði og hans vilja þannig að þú getur meira að hjálpa og þjóna öðrum það var svona mitt takeaway frá þessu og ég fer að miðla þessu til hinna sem að voru trúar í kringum að gera það og þá þau bara, já, ég hef nú ekki fatt að útskýra það svona en já, þetta passar alveg við mína upplifun og ég er ennþá bara algjört barn í þessu ég er mjög stutt komin á vegi skilið en þetta er eitt af því sem keyrir mig áfram svo fór ég bara seinna í raun að pæli bara hvað áhrif ætla þetta að hafa skrokkin á mér og ég var á full í einhverjum liftingarprógrum og crossfit og eitthvað og bara ætla þetta sé að fara að rústa því öllu og þá man ég las greinum líkasæta fólk í Bandaríkjunum sem fara að fasta reglulega sem partur að því að stækka og ástæðan fyrir því að stækka vöðva að testosteróni fyrst dalar fyrstu daginn í föstu, svo byrjar líkaminn að setja varnarvefra í gangu upp á 5. degi og þá fer testosteróni að bústa upp aftur en svo þegar þú byrjar aftur að borða þá setur líkaminn rosa mikið testosteróni framleiðslu í gang og líklega er þetta því að þú fannst ekki mat örugglega því þú varst ekki að veiða nú, hann að núna bara keyru við veiðikinn í gang, þetta er eitthvað svona og þá á þeim tíma þá hefur svo mikla getu til að stækka vöðvana og þetta var nákvæmlega sem kom fyrir mig núna eftir 10 sólarhringana, ég fór niður alveg bara 8,5 kíló eða 7,5 kíló svo koma 5 kíló tilbaka sem bara var þyngd 3 kíló að fitu heldist af, svo byrju bara vöðvarnir mín að stækka, bara að þess að ég var að gera neitt þá var bara testosteróni að kerist í gang og þetta var svona fyrsta sem ég var alveg þetta er nákvæmlega öfugt við það sem ég gíska og ég veit ekkit hvort þetta sé rétt við erum að mæla testosteron í mennun í blóðprum og fylgjast með þessu eftir að skoða þetta betur en þá fer ég að finna að tíja og alla þessa bandarísku gauðra sem er búin að skoða þetta og finna þessar rannsóknir sem að Johns Hopkins og er búin að vera að stunda úti og kemst bara því að það er bara svona 10-15 ár síðan að mannkynni byrja að aflæsa nýrri þekkingu þarna sem að hafi rauninni bara verið svolítið frist í alveg bara 40 ára undan Já, ég held að þú verður að koma inn í þetta á þeim forsendum, einmitt, bara svona í tengslu við eitthvað svona vaxtarhormóna og einhverjar betrumbætur á líkamannum Nei, það var kannski meira það sem ég hef miðlað svona út af við að því bara ég fór að fatta þegar ég var búin að fikta með þetta í nokkur ár hvað þetta hefur mikil heilsufarslega áhrif og náttúrulega þetta passaði síðan svo vel við markmið mitt að vera 200 ára út af autophagy sem að líkaminn setur ónæmiskerfi svona á stera þegar þetta fyrir í gang og byrjar að fara yfir skrokkin og eyða skemmdum frumum og ónýtum mítokondrium og svona og byggja það upp nýjar og þetta er þær frumur sem er líklegast til að verða krabbameina bráð Gerist það ekki eftir alveg þó nokkra klukkutíma? Það byrjar að koma svona væg áhrif að því bara frekar snemma en þú fær svona ef þú vilt fá alvöru þannig áhrif þá var mælt með að taka 3-4 sólarhringa föstur helst ársfjórðungslega þá ertu bara svona frekar hressilega bústað þetta og þetta er allt bara læri eftir á og passa náttúrulega bara vel við heilbrigt lífverðni og svona og
og það var einnig þetta sem ég langaði mér að miðla því ég held bara, kannski fleiri hefðu áhuga á þessu, ég hef ekki verið mikið var við svona trúar umræða almennt, en síðan bara er það eitthvað sem að fólk hefur haft miklu meira áhuga á enn í hélt og það Trúna? Já, og sérstaklega mikið á ungu fólki að leita til mín og spyrja út í trúna og ég er svolítið gaman að því að þú skoðar sko hvernig trú þróast í gennum mannkynssöguna, þá kemur hann alltaf í sveiflum, það er alltaf ein kynslóð sem að trú rís og svo önnur sem að veikist og það virðist að vera svolítið fólk hafnar gildum foreldra sinna og við erum alltaf núna að klára kynslóð sem að hafnað algjörlega trú og það eru börnin þeirra eru svolítið að koma upp og sem eiga Í algjöru trúleysi? Já, í algjöru trúleysi og þau eru bara eitthvað, herru, þetta er eitthvað sem skiptir greinlega máli í heiminum fyrir fullt af fólki en ég veit ekkert um þetta, mamma og pabbi eru bara það er engin trú þar og bara þannig að það er svo mikið af ungu fólki sem er bara forvitið og það sem ég er svo gaman við það er að þau eru svo fordómalaus að þau koma bara algjörlega óskrifa blaðis og eru bara akkur trúir og hvað því það, ferði í kirkju, ertu að lesa biblíuna og hvað, ertu að upplifa eitthvað og þetta er svo einlega spurningar og svo gaman þannig að ég held að ég er allan að upplifa það er svona mikil endurnýjun í trúar áhuga sérstaklega ungu fólki og sem að er örgulega bara komið frá því að það er bara búið að vera núna örgulega 20-30 ári í Íslandi það sem að það hefur ekki verið neitt í gangi og mjög lítið tala um þetta en það Íslandingar ræði ekki mikið trú og ég held að við séum bara almennt sé léli í því sko. En út af því þú ert svona fróður og áhugasamur hegðun einstaklinga, hvaða hólu heldur að fólk sé að reyna að fylla upp í með trúni? Hver er andstæðan við það að vera, hver er neikvæður hlutin af því að vera ekki trúaður? Sko, ég get lýst þessu fyrir sjálf mig bara. Já, sjálfsög, ég myndi ekki að beðja að predika fyrir allri þjóðinni. Ég tók eftir því ég er svona rosa drifa svona ná einhverjum árangri, reyna að standa með eitthvað það hefur oft svona keyrt mig áfram, ég var í keppnisíþróttum þegar ég er úlingur og var í frjálsum íþróttum og fótbolta og handbolta og öllu og alltaf svona setja eitthvað markmið og reyna að ná því og ég var alltaf bara, nú er ég að lifa fyrir þetta nú er ég að lifa fyrir það að ég ætla að reyna að vera Íslandsmeistari í hástökki, að komast í landsliði frjálsum eitthvað og þetta er minn tilgangur og þetta er ástæðan fyrir að ég fer á æfingu og bara holt og er að lesa mig til og eitthvað svona og svo nær maður árangrunum og eins og ég man þegar ég var Íslandsmeistari í hástökki ég var 15 ára og þetta var geggjað og bara, ég man ekki hvað langur tími er 2-4 vikur sem ég á bara bústaði því í sjálfstyrstu og ég bara þetta frábært og hérna svo man ég hvað er hissa þegar ég byrja að finna afturinn eins og hólu í hjartanu koma sem var bara þú þarft nýjan tilgang og þetta, það er engin varanlegu friður við að ná þessum titli og ég var bara þá er ég bara hérna eitthvað, ná að lifta 100 bekk eða það kom bara eitthvað nýtt markmið og svo gerst þetta alltaf aftur, alltaf svona kemur alltaf smá brotlending svona stuttu eftir toppin og ég byrjaði síðan ungur að lesa eða kannski svona upp úr 17-18 aldrei að fara að lesa rosa mikið ævisögu með fólki sem hefur breytt heiminum og þá sá ég bara nákvæmlega sama mynstur sem var að þetta er yfirleitt fólk með mjög mikið drifkraft og er eitthvað svona ég ætla að eignast $1 million mína, ég ætla að verða forsætisráðherra Bretlands, ég ætla að leiða þessa hreyfingu, ég ætla að búa til uppfinningu sem breyta heiminum, það kemur eitthvað svona markmið og þau alveg bara dempa sér í það og það passa mjög vel við hvernig típa ég er og svo er bara snýst allt um það svo náði markmiðinu, $1 million það er bara hérna, þú ert maðurinn geggja sjálfstraust, líður ógeðslega vel svo líður einhver tími og mér sýnist það yfirleitt verið kringum 2 vikur pluss það sem bara fer aftur að koma bara, vá, býtu þetta er engin varanlegu friður, bara það er ennþá bara hóla hérna og bara skipti þetta einhver máli og það er ótrúlega algengt þema í ævisögum að því að fólk skrifar yfirleitt þegar það er eldra að í lok ævinar þeir sem hafa verið mjög successful eða mjög efnaðir ég til dæmis er að lesa núna í annarskipti ævisögunu hjá John D. Rockefeller sem er einn af ríkustu mönnum mannkynssögunnar sem er uppáhaldsmaður olíubyltingarinnar í Bandaríkjunum átti Standard Oil og þá í rauninni bara snýst allur seinnipartur ævinar hans eins og hjá Bill Gates eins og hjá honum í Warren Buffett að gefa peningarnir tilbaka og það meikar enga sens að skoða hegðunæna að þú eyðir bestu áranum af lífinu í að sanka þér einhverju sem þú í rauninni eyðir svo bara restin í að gefa í burtu það er að þeir fatta að þetta var ekki að sem lífi snýrist og ég var svo þetta myrkur þessi hóla í hjartanu sem að ég held að við höfum öll, ég var allan að rætta marga, ég var aldrei hitt neitt sem er bara, ég veit ekkert hvað var þetta að tala ég upplýði þetta ekki það fylltist ekki á mér fyrir en ég fann trú fyrir en ég fann svona kærleiksríka tengingu við Guð og þá fór ég að finna fyrir svona frið sem ég hafði aldrei bara vita að vera til eða ímynda mér að vera til og þá fór svona hlutir eins og peningar og völd að fara í
samhengi við bara hvað í raun og veru það skiptir litlu máli og hvað þetta ekki góður drifkraftur og þá fór ég að sjá, þú veist, hvað ég þarf að koma miklu betur fram við aðra og hvað fáránlegt að ætla að fara að koma illa fram við aðra, þú veist, fyrir völd eða peninga eða útlit eða hvað sem það og einmitt að þessi samanburðarkúltur sem við búum í núna vera alltaf að bera saman glansmyndir við aðra og ég er langt í frá, svo það sé nú alveg hreinu, ég er langt í frá fullkomin í þessu og ég er mjög óþroskaður í allir þessu ferli, en ég fór að finna einhver svona geislar að koma inn í líf mitt úr þessu og þeir voru miklu varanlegri og ég er bara reynd að vera þannig, ef ég finn eitthvað svona sem er augljóslega gott, þá reyni ég að krækja í það og skilja það betur og sökka mig meir í það og í hvert skipti sem ég hef svona fjárfest í trúnni minni þá hefur uppskeran verið alveg gríðarlega ríkuleg og miklu svona varanlegri og tilgangsríkri en uppsker annars staðar og þetta er svona mitt ferðal og þetta er ástæðan fyrir ég held að, þú veist, þetta er það sem ég held að þetta gefi fólki, þetta er alltaf það sem þetta hefur verið að gefa mér og líka bara, þetta er svo mikil áskorun, þú veist, ef þú skoðar roadmapið sem að Kristur setur fyrir okkur, þá er það eiginlega algjörlega, þú veist, það er enginn sem getur náði, það er bara ekki hægt, þetta er svo mikið sem er krafist af þér, það er bara að taktu krostin á hverjum degi og fórnaðu öllu sem þú ert fyrir aðra, þú veist, það getur þetta enginn, en þú getur náð svo miklum árangri, þú veist, ef þú lest Fjallræðu Krists, sem ég held að sé besta ræða allra tíma, ég er bara að stúdera þessa ræðu svo mikið, þú veist, ef þú pælir og skoða ræðu stjórnmálamanna fyrir 5 árum, það eru bara úreltar og það er bara ræðilt að lesa þér, en þú veist, þessi ræða er bara búin að hafa áhrif á kynslóð eftir kynslóð í 2000 ár, hún er klikkuð og þegar hann er að segja hérna, þú veist, það er sagt, þú skalt ekki drepa mann, ég segi, þú veist, ef þú hefur reiðst manni þá eru þig að synga gegn honum og bara ef þú ert í musturinn ætlar að gefa pening og þú mannst að þú ert reiður bróðinum og ferðu og gerir sátt við hann, þú veist, það er bara svona það sem hann er að segja, bara leið og reiðist einhverjum þá ertu búin að synga gegn honum, þá ert þú bara ekki nógu fullkomin, þannig að þú ert að vinna í því að vera ekki alltaf að reiðast fólki, af því að það að reiðast öðrum er svo oft af því að þú telur að það veri brot á egóinu og sama þegar hann segir eins og með, þú veist, lögmáli segir, þú skalt ekki girnast konu náungaðins, þá segir hann, ég segi ef þú sko girnist hann í huganum, þá eru brotið gegn þessu og ég las þetta þegar ég var úlingur og ég bara, vá, hvað þetta er vonlust, það er ekki hægt að ekki girnast konur í huganum, þetta er bara, það getur engin kallmaður fyllt þessu, en það er ótrúlega þegar þú fer að æfa því, þú veist, bara, þú veist, ekki vera að horfa á rassinn og stelpun sem labba fram með þér, ekki vera, þú veist, að freistast í að skoða klám og eitthvað, það er ótrúlega hvað hratt þú byrjar að byggja upp, þú veist, viðnám og getu til þess að í rauninni fylgja fjallræðinni sem er eiginlega ómögulegt, þannig að mér finnst þetta líka svo gott challenge sem að ég held að ég þurfa alveg 200 ári í, þannig að þess vegna vil ég fá 200 góðar í að reyna að komast eitthvað áhrif með þetta, en mér finnst ég algjörlega því ég var að tala mín að Dunning-Kruger-kúruna, hérna það sem þú finnst þú vera sérfræðingur og þegar þú nýbyrjar að kynna þér eitthvað og svo fattar þú hvað veist ekki neitt og mér finnst ég vera á botnum, mér finnst ekki vita neitt í þessu, en hérna vonandi fer ég nú eitthvað á næstu árum að komast upp úr því. Já, ok, magna með þessa trú, ég vissi ekki að þetta væri svona stór hluti að þér, en hérna eitt með þetta, veistu hver internet sálfræðingurinn Jordan Peterson er? Já. Hann sem sagt, náttúrulega til að byrja með, þá byrjar hann að lectura yfir fólki á netinu sálfræði og upplótar, hliður upp sálfræðitímum sínum úr háskólanum í Toronto yfir á YouTube og allt í henni bara milljónir manns að horfa á það og allir sálfræðingar heiminn bara, býttu hvað er í gangi, þú veist, þetta er fólk fer ekki sjálfskipað og horfur á námsefni á netinu, hvað er að gerast ekki nóg með það að fólk er að horfa á fyrirlestrana hans, heldur byrjar að styrkja hann pening á Patreon. Akkurat. Og hann tekur peningin og heldur fyrirlestur biblíuna. Já. Og fólk kaupir sig inn á þessa fyrirlestrarserju og hann síðan hliður fyrirlestrarserjunni inn á YouTube aftur og milljónir manns horfa á hana. Já. Þetta er bara svona, þú veist, uppskriftin að væral myndböndum og efni á netinu er andstaðan við þetta. Akkurat. Að tala sálfræði og biblíuna. Akkurat. En það er greinilega einhver áhugi fyrir þessu á þessum tím. Já. Ég hef hitt alveg rosalega marga sem að einmitt kom og spyrir mig út í biblíuna og þeir eru að prófa að lesa í genum hana sjálfur eftir að hlusta einhvern Jordan Peterson fyrirlestur. Já, það. Og hann einmitt segir, hann orðar þetta rosalega flott, hann segir bara, sko, hvort svona trúar ekki, það er bara brjálu viska í biblíunu og það er bara brjálu reynsla kynslóðana í biblíunni. Já. Og þú ert að svifta sjálf við þessu mikið að mannlegu lífsreynslunni með því að ætla að hunsa þessa bók og setja bara tölfræðin í samhengi, það eru, 2,4 miljardar kristina manni í heiminum í dag, 34 miljónir kirkjur, þetta er eitt mesta umbreytingar afl mannkynssögunnar og þetta stýrir lífi meira fólks en nokkur önnur hugmyndafræði og ef þú velur bara að vita ekki neitt og hunsa þetta, þá ertu bara að velja, eða finnst mér, þá ertu að velja
vera blindur fyrir mjög stórum part af hvaða þýðir að vera mennskur eða hver sagan á jörðin og þetta rauninni bara það sem hann gerir og hann gerir þetta á þann hátt að hann segir sko, þú ert að bera ábyrgð sjálfur það enginn sem ætlar að koma bara og hér uppskriftin lífinu, gjör svo vel og bara nú ert ekki að hafa neitt fyrir neinu þú veist, ef að þú velur ekki að fara fram úr á mótnana og mennta þig og hugsa þig þú veist, þá bara vissnar upp og ég held að þetta ástæðan fyrir að svo mikið ungir kallmenn sem eru svona helstu fylgjendur hans að ég held að þetta vanti bara hjá rosa mikið af öllum en kannski sérstaklega ungum kallmennum svona einhver krefjið á ábyrgðar á einhver veist, við erum ekki kynslóð sem hefur verið kött í stríð, við erum ekki verið kynslóð sem hefur þurft að verja landið sitt, við erum ekki kynslóð sem hefur kannski mikið þurft að hafa fyrir þú veist, gangi ekki móðurharðindi eða neitt svoleiðis, við erum svolítið kynslóð sem að stærstu vandamál okkar við erum of mikið í símanum og mikið að bera okkur saman með aðra og of mikið að borða unna matur veist, þetta einhver svona vandamál sem ég held að kynslóð, amma mín og afi hefur hort á bara, þetta stærstu vandamál ykkar, þú veist, ykkur vantar greinilega alveg vandamál og inn í þessu felst það að það rosa sjaldan kallað ungan mann eða konu til að segja þú veist, taktu ábyrgð og gerð eitthvað og ég held að það sé svona strengunum sem hann hitti hann með sínum fyrir sem að þeir eru allir uppfullir að þessu sko bara ef að þú gerir þetta engin fyrir þig og þá deyr þú bara og þú skildir ekki neitt og þú gerir ekki neitt og það bara þér að kenna og líka út af eins og tölum í byrjun með herinn, þú veist, þá svona lifnar yfir einhverjum svona ungum strákum að heyra bara, herrbítu, það maður vakna klukkan 6 og bara þarf að búa rúmið og og maður þarf bara fara með bænirnar og allt þetta og jari og þú veist, en svona einhvern veginn ef mamma þeirra segir þetta við það bara, herru, þú vaknar á morgun klukkan 6 og byrjar rúmið, bara gleymdu sko, ekki séns. Nei, það er ekki í þessum structure og keppni og já, algjörlega, bara eins og lýstur þess að þetta var svo mikið ég fyrir 13 árum þegar ég var að gera þetta að ég var bara, vakna, fara í herbúningin klukkan 5, fara út að hlaupa með byssu, fara svo að gera arbur, keppni, ég bara, þetta geðvitt það tók mér svona 1,5 ára að fatta að mér fannst þetta ekki geðvitt og bara, mér finnst ekki gaman að vakna eldsna á mótnan og fara í einhvern óþægilegan herbúning og eitthvað, en mér vantaði þetta svo mikið og ég er samt að koma sko með bakgrunn úr keppnisíþróttum sem að þjálfvita nú alveg klálega einhver leiti, en þetta var bara svo, ég held okkur þyrst í þetta, sérstaklega kallmenn en ég erfiðar með að svara fyrir konur, en sérstaklega unga kallmenn þyrstir í svona, einhverja reglu, ábyrgð, vinna að einhverju starra en maður sjálfur, og herinn gefur þetta ógeðslega mikið. Ég klálega mæla ekki með fólk að fara í herinn, ég myndi aldrei gera það, þú þarf að vera ákveðin típa til þess að endast í þessu umhverfi að þetta að vera, vinna inn eða lífið þitt og náttúrulega fyrir hvað hugssjón ætlar að standa og allt þetta, en ég er svo glaður að ég fekk þessa lífsreynslu og hún mótaði mig að miklu leyti og hjálpaði mig til dæmis að tilengja mér aga og annað svona sko. Þetta það er samt svona alltaf einhvern veginn tekst fólki að bendla þetta eitruðu kallmennskuna við einhvern veginn þetta herinn og sína ábyrgð og eins og þetta sé svo aggressíft sko. Já. Ég held að þetta sé ekki það samt. Nei, þetta er bara eins og með margt annað, það er náttúrulega góður slæmir partar í kringum her er náttúrulega settur upp út af þetta er náttúrulega verkfæri til þess að stunda valdbindingu og ofbeldi eða verja landi eftir í hvað búningu setur á og við erum ótrúlega luxusverur á Íslandi að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af innrásum eða verja okkur mikið og fyrir það við getum það hvort þið er ekkert, þannig að við reyðum okkur náttúrulega bara á Bandaríkjamenn í því og það er náttúrulega algjör luxusstaða sem að meirihluti fólks í mannkynssögunni hefur ekki búið við og ég held að Íslendingar gleyma því oft þegar ræðum heri almennt auðvitað myndi maður helst vilja bara að við myndum búið í heimi það sem þyrfti engan her það er fullt af eitraðri kallmennsku í Bandaríkjaher og ég var alveg var við það, ekki spurning eins og eftir kannski hvernig þú skilgreina, en það er líka fullt og ótrúlega fallin hlutar, þeir eru til dæmis mjög góðir í að mynda sterk tengsl á milli fólks og sko þegar bandarískir hermenn sem eru á vígstöðum eru kallaðir heim og með að fara heim til fjölskyldunar og þeir segja nei, ég ætla að vera áfram þá er ástæðan fyrir því aldrei málstæðan er svo góður eða ég hata óvinnu svo mikið, þá er ástæðan fyrir allt að ég get ekki skilið félagann eftir og þannig að það myndast oft í hernum alveg gríðarlega sterk og falleg tengsl og ég sá alveg okkur það gerist í hernum og hvernig það gerist og mikið af vinum sem ég á enn í dag eru strákar og stelpur sem að ég kynntist í Bandaríkjaher og í rauninni fáralt að ég haldi eitthvað samband við ennþá því að ég hef ekki hittu í 10 ár mörgum en það er að því að þetta var svo sterk tengslamyndun og að því að tengslamyndun er í gegnum
þú veist, þjáningu og ógn og sameiginlegan óvinn og þú ert í búning og þið eru komin í sama málstað og allt þetta óslega stórt og þetta bara hvort sem okkur líka það betur að vera, þá var þetta hardvíraðin í heilan okkur að við bregðust svona við þessu sko. Já. Í tengslum við langlífið og heilsuna, hvernig þú talar að stress sé einn af svona þessum hættulegustu áhrifavöldum á hérna bara okkar heilsu? Ég held það, kynslóðan okkar sko, sérstaklega. Já það, akkur segir það? Svo ég sé 100% sammálaður. Já, ég held að sé sko mjög stór faktor af því eru tækin sem við erum flest með í vasanum, snjalltímanir. Skammist ykkur. Já, skammist ykkur. Og þarna sérstaklega hef ég verið veikur fyrir og lendi í vandræðum með þessi tæki og þau hafa valdið miklu stressi og ég var alveg reglulega til dæmis að hreinsa Facebook út úr símanum að því að ég bara fann að ég var að missa stjórn allan að koma í þannig neyslu minnstur gagnvart þessu að mér fannst það ekki þægilegt. Það eru náttúrulega nokkru hlutir hana, ég meina við búum bara í samaburðar hagkerfi sem hefur verið sett á stera. Ég meina við tökum Instagram til dæmis sem sá samfélagsmiðl sem að hérna hefur sýnt í mælingum að hafi verst áhrif á sjálfsmynd fólks. Hvað er Instagram annað en samanburður á glansmyndum? Þú veist, þú flettir hann yfir og þá fólk bara búa oft eða löngum tíma í að stilla upp einhverju myndaði hvernig það vill aðri sjá í lífi sitt. Og það náttúrulega gerir bara þegar lífið sitt gott, það posta bara úr fríum eða þegar að fæ ný föt eða á djamminu eitthvað, þú veist, það mjög fáir sem bara eitthvað, hérna, þú veist, með svepp á tánum, þú veist, hér mynda því, hérna, þú veist, fekk niðurgang, þú veist, þetta ekki á Instagram, þó að þetta sé partur af lífinu á flestum og þannig að þú flettir ekki ennum að þú bara, vá hvað ég ömurlegur, vá hvað ég greinlega aldrei að gera þetta viti og ég lýsi svo stundum þannig, sko, þegar ég að tala sérstaklega í helstundum fyrirlestrar við ungt fólk, að segja, sko, þið með ekki gleyma því að þið alist upp á mjög ósangjörnum tíma samanburðar. Þú veist, ég meina eins og bara ég nú ekki gamall, ég er 86 mótil, ég er 33 að vera 34 og þegar ég elst upp í Vestmannum, smábæn í Vestmannum, þú veist, og ég eitthvað svona horfið við líf mitt og þetta bara internetið bara glænýtt og bara í nokkrum húsum og eitthvað svona og ég bara ég ágætur gaur. Þú veist, þá fór ég bara, ok, hvernig ég í fótbolta? Þú veist, það er kannski 50 bestu í flokknum, þú veist. Ég myndalur? Já, ég er kannski alveg topp 15 á strákunum með eitthvað. Maður gerir eitthvað svona mat, þú veist, þetta er kannski bara 50 mann árgangur. Já. Og þú bara, það allt í lagi, þú veist, og ég kannski er einn af þeim bestu í starffræði, þú veist, eitthvað svona, og þú bara, ég alveg ágætur ykkur. Í dag, eftir alltaf bara, þú getur aldrei verið sætastu gaurinn, þú veist, af því það alltaf bara fallustu gaurarnir í símanum. Þú getur aldrei verið besti gaurinn í neinu og ef þú ert eitthvað bara, ég er nú nokkuð góður að halda á lofti, þá kemur bara myndband einhvern sem hefur búin að gera í 3 ár á þess að stoppa, þú ert alltaf bara vá, allt sem ég gerir ömulegt og bara ég er svo langt frá því að vera bestur í einhverju, þannig að þið líður eins og sért svo ótrúlega lélur sem bara svo rámt, þú veist, af því að þú ert bara komið miðil sem að optimæsar fyrir þessu, fyrir utan það náttúrulega bara eins og að koma í ljós núna og við erum nú sér betur fyrir byrja að læra þetta, allar þessar glansmyndir náttúrulega bara bull og mikið af þessu fólki líður illa og þau koma svo fram eftir að hætta að vera áhrifavaldar eða hætta á Facebook eða Instagram og segja bara, það fer nú bara 3 klukkutímar í að búa til hverja mynd og hver einasta mynd olli með miklu stressi og mér leið alltaf illa og ef það kom ekki nóg að lækum þá fekk ég magasár og hérna ég þorði ekki að fara út nema ég væri svona mikið máluða því að ég var hrædd að einhver mynd taka mynda mér, þú veist, hvað ertu komin í hana? Þú ert bara komin í eitthvað svona heim það sem að eitthvað tæki stýri bara öllu og veldu að kvíða og ég held að þetta sé að því að kvíði og stress virkar þannig að dælist kortisol út í blóði þér og kortisol efni í rauninni sem að bara setur í bardaham og þú veist þannig að þú lyftir öxlunum að þú veist að verja hálsinn fyrir að vera ekki bitinn, skilur og þessna stífna axlinnar og þú fer að anda hraðara því þú ert að fá súrefni í vöðvana því þú ert að fara í orustu og allt þetta, það bara gírað upp það er komið ljón og þú ert að stressa því þú ert að hlaupa eða berjast en núna allt í einu eru bara farin að vera með þetta kannski nokkra mánuði í þessu ástandi og kortisol í blóði virka þannig að það hindrar ónæmiskerfi að starfa eðlilega þannig að ég til dæmis lendi í svona ég veit ekki hvort það kallast burnout en svona allan að einhverja mini-burnout að þegar ég kom inn í CCP þá tók ég við stóru leikjateymi sem var svona alveg langt út fyrir mína getu og ég fekk það bara það var einstaklingur sem var mjög reyndur og var mér innan handar og mér var trist fyrir ákveðin verkefni og þetta var svona það langt út fyrir mína getu að ég var mjög stressaður yfir þessu í langan tíma og töluleikjagerinn þannig að það mjög stífir deadlinear og því að þitt teymi
það þarf að geta deliverað inn í expansionið sem öll önnu teimin eru, þú veist, tech og audio og allt þetta, þannig að þú getur ekkert eitthvað sagt bara ég þarf auka 2 vikur þegar allir aðrir eru klárir, þannig að það var rosa stífið deadlinear og í geira sem að ég þarna skildi ekkert rosalega vel, þannig ég alveg bara hendi mér út í þetta og vinn rosa mikið og alltaf að pæla í öllu og alltaf að passa allt á réttum stað og hafandi samt svona fyrir eitthvað stórt blind spot, skiljandi ekki stóran part af þessu og ég fer að vinda svona rosa stress, var komið svona kipp í auga og kona var farin að segja mér bara til ykkur rosa stressaður og svaf illa og svaf ekki nóg, ekki að afsláta því og svona, svo man ég kem í vinnuna og ég er að tala við eitt forritar og ég bara, þetta klárt? Og hann segir bara já, nú bara eina sem að gera villutjekka, það alveg safe og svo bara release hérna í næstu viku, þannig ég bara ok, þannig ekkert meira sem ég þarf að gera, allir í teiminu bara nei, við náum þessu, þannig ég bara geggja, fer heim, vakna daginn eftir með 40,5 steg hita og ég var með yfir 39 steg hita í 5 vikur og ég fóð nokkur sem aftur í vinna því ég get ekki verið heima svo lengi veikur og þá alltaf bara rauk hitunum aftur, þannig ég fyrir til nokkra lækna og þeir bara já, renna yfir lífi á mér, þeir bara þetta bara stress burnout sem þetta lýsa, þetta bara rugl sem þú hefur verið að gera og þá virkar þetta þannig sko ef blóðið fyllist á kortisóli þá segir, það er unnið skilabóðskrokk sem að segja sko þú þarft að vera að slást núna, þannig að þú getur ekki verið að fá hita og berjast við það, þú ert fyrst að afgreða þessu á meðan kemur alltaf fullt að drastlinn í líkamann, síðan þegar ég hætti og stressi fyrir niður og kortisóli fyrir líkamannum, þá fyrir ónæmiskerfi bara á fullt og þá þarf að díla við, þú veist, eins og í mínu tilfelli 5 vikna uppsafna verkefni sem að bara grándaði mig algjörlega og þarna fór ég að bera í fyrsta sinn allt og seint, myndi ég segja, ég var hvað 30 ára eða 29 ára þetta að bera svona alvöru virðingu fyrir, þú veist, að manage stressi og það er einu upp úr þessu sem ég fer að bera svona miklu virðingu fyrir svefni sem ég gerði ekki fram að þessu og forgansa á honum algjörlega því að það er í rauninni verkværi nummer 1 sem við hefur til að laga stress er að sofa vel og ég bara úr því ég hefði að mæla með bókinni Why We Sleep, það er algjör skildulesning fyrir alla eftir Matthew Walker en ástæðan fyrir að stress held ég að til að fara aftur í spurningin hennar svo þetta var svolítið hliðatúr að þú spurðir okkur er það mesta ógni við heilsuna, það er að við getum ekki lifa lengi svona af því að þegar þú ert í þessu þá ert að brenna skroknum út, þú ert bara með henni í bardaham þú veist bara einhverja mánuði, eins og ef þú veist bara að hafa ágjur alltaf að vinnunni eða húsnæðaslónni eitthvað, þú ert ekki smíðað fyrir þetta sem því bara það að þau brennu bara hratt út, það bara kerfin byrja að bila og þú fer að fá hjartsláttartruflanir og fyrir utan það að þegar þú ert í stressi þá sækjur í sko orku sem er fljótbrennaleg, þú veist, það er ástæðan fyrir að flesti þegar eru í stressi þá vilja að fá junk food eða eitthvað nammið eitthvað, það er bara því að þú vilt keyra upp orkun hratt að því að þú átt að vera, þú veist, berjast, það er það sem hefur verið gýraði, þú veist, þú að vera gýraði fyrir átök, þú átt ekki að vera að setja snur og fá þér, þú veist, próteinríka, fituríka, kjötmáldi sem hefur svo slakað og vinnast, þannig að flestir líka borða óhollari stressi, stressveldi að þú sefur verð sem því að þú far færri tíma í svefni og þú veist, þá náttúrulega far ákveðin vítahringur og margvöldunar áhrif í gang og þú veist, þannig að stress líka minka líkunar að fara á æfinga því þú veist, þú ert stressaður út að vinna eitthvað þá bara áhjá gefi afslátt á æfingunum og svona, þannig að þetta hefur alveg rosa svona snowballing effekt. Hvernig hefur áhrif á þetta? Hvernig minkar stress? Já, í rauninni og líka bara svona í ljósið þess að við erum bara að tala eins í hverju þú ert svona menntaður í og að vera vakandi fyrir bara þinn eigin hegðun, hvernig tókst þér í rauninni að vera ekki var við þetta, að þú væri svona miklum stressam og hvernig síðan leysur þú úr því og kemur í vekk fyrir að fara í þetta ástand aftur? Já, sko ég var náttúrulega bara í mission mode. Bara létt spurninga. Já, bara létt. Ég var náttúrulega bara í mission mode þannig hjá CCP og kona mín tekur fyrst eftir þessu og hún flaggaði þessu við mig áður en ég fattaði þetta og ég held að sé oft þannig þegar maður er í svona miklu stressi að þú fattar þetta ekki sjálfur og fólki í kringum fyrir svona bara Snorri minn, hefur ekki aðeins að slaka á henn núna og hann ég held sér mikilvægt að hlusta á það og vonandi ertu með einhvern í kringu því sem að þekkir ég það vel eða tekur eftir, ég held að ef þú manst núna eftir einhver tíma síðustu 2 mánuðin einhver sagði við það er ekki áláðir eða stressa eitthvað þá er það klárt hættumerki af því þú kannski tekur síðast eftir sér sjálfur og bara leið og ég fatta þetta það var svo stórt atriði því þú nefndi þá en ég var ánægður og spurður að því þú veist bara með growth mindset að skilja það skipti máli alveg svo þarna, þú vinnur náttúrulega ekki stressinu og fattar ekki út stressaður en þú veist, ég meina, ef þú ert alltaf stífur í öxlónu til dæmis, það getur verið merki ef þú sefur alltaf illa, það getur verið merki ef þú ert alltaf með kipp í auganu og hraðan hjartslátt, það getur verið merki eða langar alltaf bara í ruslmat, það getur verið merki, það er fullt af merkjum og
þannig að svona sjálfsþekkingin og bara monitoraði sjálfan skiptir miklu máli en síðan það náttúrulega bara þegar þú veist það þá náttúrulega fullt af verkfærum sem þú hefur ég myndi alltaf segja að byrja á svefninum það nummer 1 og 3, af því ef hann ekki í lagi hjá þér þá munu hinn verkfærin hvort ekki virka almennilega Það er þá að reyna að koma einhver rútínu á þó svo þú sért að sofa illa og... Já, ég meina að það eru 5 hlutir svona öllu jöfnu sem þetta kemur fram hann í Matthew Walker bókinu sem þú þarft til að sofa vel það er þú þarft myrkur í herbygginu þú þarft kulda meðal hittin sem þú þarft til að sofa vel er 18 gráður flestir sofa í 20 til 25 gráð heitum herbyggjum á Íslandi það var svona 22,1 gráður á meðalheitin minni mig, ég tala með hann að manneski veitum þetta sem er allt og heitt sko og þeir líka með þar kælingu á nóttinni þú þarft rútínu, þú þarft að fara að sofa sama tíma og þetta er náttúrulega erfitt fyrir vaktafinu fólk og annað en ef þú hefur einhver stjórn yfir þessu þá er líka með algjör aðlöfuna maskin og ef hann skilur rútínuna þá bara byrjar hann að kveikja á þreytun og annað þegar þú komið þanga síðan þarf þetta að blóðið treynt af örvandi og slæmandi efnum þannig að það er mis öfugt við það sem margir halda ekki gott að fá sér einn léttan fyrir svefnin og ekki gott að drekka kaffi eftir 3 á daginn og svona og síðan er hitt að gera ekkit annað í rúmin en að sofa að ekki fara upp í rúm og byrja að horfa á sjónvarpið eða lesa bók eitthvað, ef þú ert með eitthvað svoleiðis rútínu þá gerur það frammi og þegar þú finnur að vera þreyttur á ferð og ferð að sofa Já. og við vitum að það er bara eins og aftur, þetta er náttúrulega geggjubók sko, eins og Walker bendir á hana það er bara svona sleep epidemic það er bara faraldur í gangi, fólk sefur ekki nóg og ef þú sefur ekki 8 tíma þá ert þú örugglega áhættuflokki sko, að lágmarki ég reyna svo alltaf 9 tíma lágmarki og ég reyna að komast upp í 10 sko bara, og það er bara geggja þegar maður næri því að því að öfugt við það sem að margir spurja með eitthvað að þú sefur svona mikið, hefur þá tími að gera eitthvað að því að ég sef mikið þá get ég gert meira, ég líti á þetta þannig þetta er bara forgangsröðun þannig að það er svona nummer 1 og 2 örugglega eftir það er þetta bara næring og hreyfing en síðan fyrir ég fæ gríðarlega mikið styrk út úr trúnni Já, og trúin er væntanlega bænir og þess að það er væntanlega smá bara svona hugleiðsla það er algjör stressi lífur, já, algjör hugleiðsla það er vinur minn spurði mig fyrir 2-3 árum að þau nefnir hugleiðsla svolítið skemmtilegt, ég mæli mitt mikið með hugleiðslu en ég hafði ekkert stundað mikið hugleiðsla því ég bara stundaði mína bænir og svona aðeins prófa hugleiðslu mér fannst ég bara alltaf óþolinmóður í það og þá segir vinur minn daginn sem er mikill hugleiðari og hann segir, Tryggvi, er ekki bænina þínar, er þetta ekki bara hugleiðsla er þetta ekki bara sama, er ekki sama að gerast og ég sagði, ég veit ekki alveg ég hef aldrei nálangt í hugleiðslu en ég var bara, challenge accepted, ég var að reyna að skilja þetta betur þannig ég skráði mig þarna á 7 daga námskeið í hugleiðslu og fer bara í það og mín upplifun var að því að þetta virkar öll sömu kerfin, við erum með einhvað hérna inn í hausnum okkur sem er smíðað til að gera þetta nema mér fannst þetta svona að vera dæett útgáfa af ábatanum af bæn þetta var svona eins og þú ferð á hraðbrautina en það er engin áfangastaður hugleiðsla er rosa mikið svona tekur djúpa öndun, reyna að ná stjórn á þessu en þú beinir þess ekki að Guð, þú beinir þess ekki að sumir reynda að beina því að einhver svona óskilgreindir orku eða eitthvað svoleiðis en rosa mikið er þetta meira bara svona ná tökum á líffræðilega hlutar með þessu en minna kannski að fara í andlega ferðalagið eins og bænin er en við vitum það náttúrulega og það er margar rannsaka að bænir og hugleiðsla hefur gríðarlega afstressandi áhrif og góð áhrif fyrir rosalega margt bara einbyttingu og minnis getur til að binda nýjar minningar og allt þetta þannig ég mæla alveg klála með bæði sko það er alltaf að ég átt góða reynsla á báðu og hreyfingu væntanlega þarna eitthvað inn í þessu hreyfingu náttúrulega er geggjað stress reliever og að því að það er búið að gýra þau upp í átök þá kemst í átök í hreyfingunni allavega upp að vissu marki og þá losnar þetta þá heldur skrokkurinn sko að ok, við gýrum hann upp í átök, þetta voru átökin nú getum við slaka á, en ef uppsprettan af stressinu er, að þú hefur alltaf áhyggjur af yfirmannum eða verkefninu eða húsnæðisláninu eitthvað, þá náttúrulega rólega keist upp aftur en þetta er sama ástæðan fyrir að kynlíf líka er stresslosandi að það er svona átökin að gera lappa einhver útrás Þannig að eins og þú sagðir þarna að hafa áhyggjur af húsnæðislánum eða eitthvað svoleiðis, þarftu ekki líka að hafa einhver svona völd á bara í rauninni hvernig þú hugsar? Jú, mjög gott algjörlega sko og bara mjög samanlega þessu. Ertu með einhver tricks þar eða? Sko, ég var áhugavert spjall við það er nokkri læknar í fjölskyldum minn aftur og ég var svona eitthvað spurjað út í þegar að koma
sjúklingar tíðin, hvað skiptir máli og eitt faktor sem að mér er svo áhugaverður sem er lítið talað það er bara sjálfsþekking að hvena byrjar að pæli í sjálfur og segjum þú vaknar í morgun og það er eitthvað smá eymsli nýjannaður þú finnur svona stífan venjulega stoppar hér og fer til læknis stoppar hér og fer að lesa hvernig nýja virkar stoppar hér og kælir eða gerir eitthvað eða ertu bara svona þetta nörglega eitthvað sem leðast bara svo vaknar aftur á morgun og þá bara núna getur ekki réttu nýjanu fyrir nú bara búin að sitja upp í alveg kortir stoppar hér, fer til læknis hvar stoppar það, svo kannski bara líða 6 mánuður og þú bara getur ekki lengur stíð í fótinn þá kíkur til læknis, þá sé læknirinn bara herru þú ert bara með ónýtan hnélið ef þú hefur komið hérna fyrir 6 mánuðum þá hefur bara þurft létta bólgum með þeirra á þetta eitthvað þetta er eitthvað sem ég hef tekið eftir að þröskuldin á fólki er alveg ótrúlega misjafn og hvenar þú byrjar að hugsa þig það hefur svo mikil áhrif alveg eins og með mig með það CCP-dæmi og þegar ég var í stressunum þar ef að ég hef bara hlusta á konu mína strax eða ég hef haft verkværin til þess að fatta ég var stressaður og byrja að vinna í þá fara þá að passa betur upp á svefnin reynda að hefa mig meira reynda að stunda bæni, huglist eitthvað svona þá hefði þetta aldrei verið 5 vikna bara krass í lokin og þannig að svona þessi sjálfsþekking skiptir ótrúlega miklu máli og þess vegna held ég að skipti máli að býða ekki með að reyna að finna þess að djúpu leyndardóm í lífinu eins og með trúna skipti svo miklu máli, ég held að hafa svo mikið forskot ef þú ert ungur þegar þú byrjar að finna alla þessa visku heldur en ef þú kannski bara ætlar að gera á dánabeðinu af því að þá ertu bara allt þetta sem ég mista ég vildi ég gert þetta fyrr þá hefði ég geta lækna allir sem megin sem ég með allt þetta sem ég skildi ekki og ég held að sé bara sama og sama með stress að ef þú þekkir orðið sjálfan vel og í dag er ég miklu betur hann ég fatt að ég bara strax þegar það byrja að koma stressengin og þá byrja ég bara strax meðferð og byrja ég bara hvernig er svefnin, hvernig er næringin hvernig er hreyfingin, það vantar hreyfingu hvernig eru samböndi mín, ég er ekki að rækta ná mikið tíma með konunni ég er hérna ég er bara rétt að líta á börnin og kvöldin þetta er það sem ég þarf að passa núna núna verð ég bara að skala hans tilbaka svo ég hafi tími þetta og þá er ekkit þá held ég að lendir ekkit í þessi frægu kulnun Er ekki líka alls fínt að búa í Vestmanni eitthvað stress að gera? Jú, það er það grínast þvílík lífsgæða breyting Fluttirðu til Vestmanni? Já, ég var búin að vera í Reykjavík í 8 ár kom heim frá Bandaríkjunum og fluttum til Reykjavíkur ég var búin að vera í 8 ár og síðustu 4 árin ég flutti fyrra til Vestmanna hitti fyrra, núna, kom áramót flutti sem nóvember 2018 til Vestmanna ég fekk afhent hús með það, ég flytti í ágúst 2018 til Vestmanna 4 ára undan því þá bara fann ég hvernig Reykjavík fór bara í ruglið það var bara alltaf verið umferð það var alltaf hækkandi húsnæðisverð og alltaf fleiri í kringum hann sem var bara, ég kemst ekki á húsnæðismarkaðin leigan er að drepa mig meiri hraði öllu, meira stress og við varum náttúrulega þá komið 3 börn það var svo mikið skuttl og erfitt að samstilla dagskrá og alltaf meiri tíma í umferð og hérna við flytjum til Vestmanna og fáum þar bara að risa einbýlishús á verði 85 metrar íbúðin í Reykjavík og ég fekk 90 mínútur af frítíma í daginn á dag bara sem bara ég get ekki ítrekka nóg hvað er mikið börni mín bara fengu brjála sjálfstæð og frelsi menn þess að elsistrákurinn minn 8 ára og hann bara fer sjálfur og hleypur milli húsa og spyr eftir vinnu sinum og kemur sér bara sjálfur á æfingar og hann verður svo ótrúlega mikið frelsi til þess að móta sjálfur hver hann er og og það er alveg bara fullt af leikskólaplássum hann og nær náttúrunni það var annars svona sem ég fattaði ekki talandi um sjálfsþekkingu, ég fattaði bara ekki hvað skipti miklu máli húsið mitt núna er upp við Nýja Hraunið þannig ég er 45 sekúndur frá útidyrahrauninu minni bara upp í heimsklassa náttúr í Nýja Hrauninu og ég var í sumar bara farin að taka eða á hverju kvöldi bara svona rölt hraunið bara svona hugsunarölt og þá fann ég bara hvað þetta er ótrúlega gott pabbi verið mitt oft sagt mér hann er sérfræðingur í þunglindslækningum og hann sagði mér að fyrir nokkrum árum síðan þá fattaði hann að það var svo mikill munur að heilsufars áhrifum fyrir þunglinda að fara út að labba í náttúrunni eða stunda hreyfingu einhverstaðar innanhús og hann tengi það að það er 21. rannsóknum þar við að í náttúrunni eru efni og bara snerti mold til dæmis, það er bara efni þar sem hafa jákvæð áhrif á þig og
þannig að bara það eitthvað við þetta að labba út í náttúrunni sem hefur þvílíkt róandi afslappan á, þetta bara svona eins og þú veist, ef stressið þetta bladra, þá bara við að fara út í náttúrunna þá stungið á hana og ég kom bara út þessum göngum bara með orku og einbeitingu til að fara kannski og taka bara 50 mínúna lestur í, þú veist, bókum kjarnorkuvísindi eitthvað bara fara í svona eitthvað þungt verkefni og þannig að ég held að þarna sé þetta hlýtur, ég á ótrúlega erfitt með að skilja okkur fleiri gerir því, að því ég upplýði svo ótrúlega mikið lífsgjákningu við þetta og í rauninni kynslóðan sem núna að vaksa upp, í rauninni bara fyrsta kynslóðan mannkynssögunni sem að færa svara spurningunni hvar á ég að búa og hvað er að vinna og hún bara aðskilin hver annari. Þú getur, þú veist, rosa mikið af störfum í vaxandamæli bara, mér langar að vinna við að, þú veist, stýra, vera með greiningadeild í CCP eða vera, miðlari í banka eða, þú veist, bara eitthvað. En mér langar bara að búa í sumabústað út í sveit. Það bara, já, þú getur það alveg. Og okkar kynslóðum sem skoða mun og gildum, tökum millennial kynslóðuna sem 20-35 ára fólk, þá er gildin á þeim svolítið öðru sem er kynslán undan sem að mikilvægastu gildin þar voru þú veist að koma við þessu húsi, bíl stóra fjölskyldu, stöðuleiki að með mikilvægastu gildin okkar er meira tilgangur, frelsi náttúra, þú veist að þetta er svona öðru sér gildi og þetta eru gildi sem að þú færi miklu meira af í til dæmis smábæum út á landi. Þannig ég myndi halda að í vaxandi mæli mun fólk byrja að flytja út á land og mér skilst að þetta trend sé þegar að byrja í Bandaríkjunum minnir að lesa daginn að 2016 hafi hætt að fjölga í borgum í Bandaríkjunum, byrja að fjölga meira fyrir utan borgir. Fyrir utan sko bara á næstu árum, eins og sko skælingverkefnið, þá að koma upp gerfinettir sem að fara að gefa sko internet út allt, það sem að interneti kemur úr gerfinettum bara frítt og þá náttúrulega verður það minni hindrun og þú veist, þannig að þetta er alltaf að fara í þess átt og ég held að klárlega ef þú vilt ef þú ert tilbúin í eitthvað róttækt þá er rísa breyta sem ég tekið, það er að flytja úr borginni. Ég mæli indriði með því fyrir þá sem að geta að vilja bara prófa sko. Það er alveg mikið endri. Já, Vestmann eru geggið þar sko. Það er einmitt og þau lýsir þessu sko einmitt bara að geta labba út í þetta hraun þarna á nokkrum sekúndum og ég meina hvað er lítill svona asið þarna. Já. Og einhvern veginn allir þekkja alla og einmitt, þetta er bara svona smábæjar feelingurinn sko. Algjörlega á að vera partur af samfélagi. Já, samfélagi, auðvitað. Þú veist þessu, ég fer út í Krónuna eða Bónus og þá er svona fólk sem er ekkit endilega vini mínir eða fjölskylda, eru bara vestmanningar og eru bara svona, hei Tryggvi, gaman að þú sett flutturinga og bara hvernig gengur með börnin og þau eru bara svona spurja mig að því að þau eru vestmanningar að því bara við erum í sama klaninu, þú veist, það er ótrúlega skemmtileg. Er það ekki svolítið þessi svona træppæling sem við erum víruð inn á? Jú, algjörlega. Að tilheyra. Já, og vestmanningar hefur maður heyrt séu svona með þetta ríkar en margir aðri sko. Já. Og það er alveg mögnuð svona stemning í Vestmannaeyjum sem að mér þykir rosalega vænt Þú hélst fyrirlestra fyrir vestmannaeyinga, sá ég það sem varst að tala hvernig var það, ofur heilsa, ofur tengslanett og ofur afkasta skilvirkni. Ofur skilvirkni. Já. Við erum aðeins búin að fara á ofur heilsuna. Já. En ofur skilvirkni er það eitthvað sem maður hefur 100% vald á eða? Hversu skilvirkur maður er, hversu miklu maður kemur í verk og kastar af sér? Ég held að það var eiginlega aldrei 100% vald yfir öllu. Nei. Ég sakna til dæmis alveg tímana sko þegar ég var 17-18 ára og heimurinn var bara mjög svarthvítur og mér fannst ég alltaf annarkvæmt vita allt allt eða bara, þú veist, þessi væri vondur, þessi væri góður og þá hef ég sagt sko klálega að maður getur náð 100% skilvirkni. Í dag finnst mér heimurinn miklu grárri og eins og ég segi, ég er svolítið á botninum í þessari lærdómskurvu að fatta hvað ég veit lítið en já, ég held að getur haft rosalega mikil áhrif á þetta og aftur ef við fyrir minna á bara Paretos law, bara það að fatta að hvað eru 20% í lífinu þínu sem skiptaði 80% máli. Þú veist, ef þú myndir renna yfir núna bara hvernig er vikan hjá Snorra Björns, hvað var margir klukktímar í hvað? Þú veist, þá er þetta eitthvað svona, x margir klukktímar í svefn, getur ekki afslátt því, x margir klukktímar í skóla og vinnu, x margir klukktímar í Facebook, x margir klukktímar í Netflix, þú veist, Instagram, x margir klukktímar í kærustu eða vini, x margir klukktímar í mömmu og pappa, þú veist, eitthvað svona. Ég held að langflestir, og ég er alveg klálið þessum flokk, að þú myndir fá þetta svona stilt upp, þá myndir sjá bara, vá, hvað ég sóa mörgum klukktími í eitthvað sem skiptir mig engum máli. Og svo myndir pæli bara, hvað skiptir mig mestu máli í lífinu? Þá væri það, þú veist, konan eða makinn, foreldrar, fjölskylda, þú veist, þar væri vantilega fyrst, og ég myndi halda flestir
hunsi það, eða þú veist, set ekki nóg marga klukktíma með það, þú veist, börnin síðan eftir það kemur kannski, þú veist, vinnan þín eða hérna, eitthvað tilgangur sem við lifum fyrir út að reyna að hjálpa fólki eða ná einhverjum árangri að markmiði og þú veist, eitthvað svona, þú eyðir alveg örugglega ekki tíma í samræmi við þetta og bara setja smá vinnu í þetta. Ég held að allir, og ég alveg meðtal hana, bara taka þessa æfingu, ég tek þetta alltaf áramótin, ég mitt nýbúin að taka alveg rísa svona hérna yfirferð og að fara að gera það, klára það á morgun með vinkonum minni sem við förum alltaf saman að gera með þetta. Það bara, þú veist, hver var skilvirknin á árinu, hvað gerði ég á árinu, hvað voru markmiðin fyrir árið, akkur náði ég ekki markmiðunum, í hvað eyddi ég raunverulega tímanum, þú veist, og þetta getur, til dæmis, síminn getur hjálpað með þetta, það skuggalega æfing sem við getum gert sem að skoða hvað fara margir tímar í samfélagsmiðlunni símanum, þú veist, ég hvet fólki að taka eitt hryllingskvöld og tjekka á því, það meira en það heldur, skoða líka hvað opnar oft síman, getur fengið upp í það. Þetta alveg bara, þú veist, hérna, ég var að lesa greinum daginn sem sagði tíminn sem meðal bandaríkjamaðurinn að horfa á sjónvarpi og samfélagsmiðlum, þá geta hann léttilega að lesa yfir 200 bækur á ári. Þú veist, pældu í sko, þekkingunni og í rauninni tímanínum sem þú ert að leyfa að fara í eitthvað svona. Einmitt. Þú veist, við þurfum náttúrulega að læra að slaka á, fyrir einhverju þetta leiðilega að slaka á, en þú þarft ekki 3 tíma á dag til þess að ná þessum áhrifum sko, ef að það afsökunin fyrir þessu. En þá komum við aftur inn á svona áhuga og bara viljastyrk og alls konar, þú veist, ég meina hafa allir áhuga á því að lesa bækur, þú veist, ættu allir að vilja lesa 200 bækur? Ég er mikill lestrakall og ég veit það eru það ekki allir og það eru alveg ótrúlega margir sem hafa komið til mín og sagt hérna, ég var alveg til að lesa, ég endist ekki til lestri og ég með athyglisbrest eða lesblindu eða bara mér finnst ekki gaman að lesa eða bara ég næ ekki einbyttingunni og ég vil meina, það kann alveg rétt rangt hjá mér að hérna, það geta allir lesið ef þeir finna þú veist, eitthvað sem þeir hafa alveg brennandi áhuga á. Hins vegar veldur það því og það nú rannsóknir byrja að sína þetta í taugavísindum að hérna, það að vera alltaf í svona skyndi upplýsingum, alltaf að fletta í Facebook og lótast eitthvað nýtt og Instagram, þá minnka geta einn til að dvelja lengi í sama verkefninu og það bara þjálfun. Ég finn það bara sjálfur, ef ég fer í 2-3 vikna frí frá lestri og kem tilbaka, þá næ ég ekki athygli eins lengi, það að byggja upp, þetta er bara eins og vöðvi sem það þarf að þjálfast. En síðan alltaf ertu með verkværi mín, þú getur hlusta á hljóðbækur, þú getur hlusta á podcast, þú getur haft hljóðbók í eyrun á meðan þú lest, þú getur gert ýmislegt til þess að hérna hjálpa þér, en þetta þarf ekkert endilega að vera lestur, lestur er ekkert eina, ég bara taka þessum dæma því að já, það einhvers konar fræðsla, það eitthvað sem ég gerir mikið, bara, þú veist, bara hver markmiðin, akkur þetta að fara fram úr á mótnana og ertu representar tímiðin markmiðin, ef að þið langar að verða, þú varst að tala hérna að þú veist, marathon, þú leipir marathon og ert langhlaupari, ef þið langar, ég meina svo ég held ég myndi að vera mjög langt frá að geta að klára marathon í dag, en ef það væri markmið mitt þá er ekkert raunhaft að ég segi ég ætla að hlaupa marathon næsta sumar eða þar næsta sumar og setja það sem markmið og svo bara ég aldrei hlaupandi. Ég hleyp kannski einu sinni í viku í 20 mínútur af því ég alltaf að horfa á Netflix. Þá bara hvernig ég í tímanum ekki að representa markmið mín. Þá annarkvæmt markmið ekki nógu gott, skiptir mikið nógu miklu máli eða bara ég ekki góður með tímastjórnunum mína. Þannig að þegar ég til dæmis fer í þessar æfingar þá ég með fullt á svona hugsunarfilterum sem ég set sem bara ég að velja rétt markmið til dæmis. Ég fattaði fyrir nokkrum árum ég var ofta að setja markmið og ég náði þeim á nokkur markmið sem ég náði aldrei og ég var alltaf svo hissað því ég var svo samfærum ég vildi það og ég var bara ég ætla að verða svona, ég ætla ekki þetta en alltaf í lok árs þá ég komið styttir en ég held eða náði þessu ekki og þá fór ég að fatta að ég var ekki tilbúin að þjást fyrir þessi markmið og vinnan sem þarf til þess að ná markmiðinu að ég var bara ekki tilbúin í þá þjáningu og þú veist, þjáning getur verið bara, þetta kostaði tíma, þetta kostaði þú veist, hérna peninga, þetta kostaði effort, þetta kostaði mannorð, þú veist, það að setja sjálfaði inn í einhverja eldlínu eða eitthvað og þannig að þetta er þeimist góði filter annað filter sem ég nota bara hver eru styrkleikanum mínir, ég að byggja á þeim passar þetta við þá, áhugamáli mín ég að setja mér eitthvað markmið, veist, ég ætla að vera kjarnorkuvísindamaður en ég hef engan áhuga á starffræði engan áhuga á eðlisfræði, þú veist, þá þetta líklega ekki raunhaft markmið, þú veist, ég kannski horfði á Chernobyl þættina og ætla núna að vera kjarnorkuvísindamaður en alveg augljóslega ekki tilbúin í þjáninguna sem fylgir því að læra allar efnafræðiformúlu og allt þetta, þú veist. Þannig að skilja bara meiri sjálfsþekking og fara bara svona systematist yfir, þú veist, hver mín gildi til dæmis, hlutverki mitt, ég faðir, ég eiginmaður,
ég er vestmanningur, ég er starfsmaður CCP, það er nokkur hlutverk og þau skipta mann miklu máli ef að markmiðin síðan tengjast öll ekkert hlutverkanum ekkert gildunum fyrir hvað stenduru gildin er að hjálpa öðrum alltaf verða, bara einhver mismunandi gildi þá er þetta örugglega ekki heldur góð markmið og örugglega markmið sem ekki ná miklum árangri ég held að oft er birtingamynd þess að þú ert með léleg markmið svo að þú eigðir bara úslega löngu tíma á Facebook eða sjónvarpi að því að þú ert aldrei að fara að ná þeim eða þau eru ekki raunhaf þannig að ég líka bara og ef að markmið þetta er eitthvað rosalega hátt skilur leiðin að því hvað væri mílusteinn að ná og að setja tíman í þetta það er effort, það er vinna og ég held að leggjast í þá vinnu borga sér alltaf þess að markmið að vinnu já, bara tíman í að greina og skilja bara hver ertu, hvað eru góð markmið hverju, og fara í 20% hvernig næ 80% þessu markmið, hvað er 20% vinnan sem að skilar 80% og aftur, ef ég ætla að léttast 15 kíló þessu ári þá er það fyrst og fremst að fara að nást í eldhúsinu, það er 20% sem er hefa 80%, það er alveg fínt ef ég kemst í crossfit eða útihlaup eða eitthvað, það mun alveg hjálpa en ég á ekki að forgangsraða því umfram næringuna það er að velja rétt og hérna sem kemur síðan inn á hitt sem hún sagði tengslanett, að ertu með rétt fólk með þér í þessu ég forgangsraði verkefnum þegar ég var yngri í dag forgangsraði ég fólki ef ég er að velja að fara í nýtt verkefni þá skiptir mér minna máli hvað á verkefni að áorka og hvað ætla að gera í heldur en hver verður með mér í verkefni eða hverjum verði ég að vinna með til að vera með í verkefninu og bara ef þú komir réttan partner í verkefni þá oft bara að vera árangurinn svona og bara algjörlega effortless af því það er bara geggjað að vera með partner sem að næri þig og hérna þú tengir við og ert að læra af og getur kennt sjálfur að miðla til og þykja væntum Þannig að þú ert í rauninni bara kröfuharðari eða svona kannski skýrar í því hvað þú vilt og hvað ekki Já, ég veit ekki hvort ég myndi orða þetta hann ég held bara ég þekki sjálfa mig, þekki sjálfa mig betur En þú ert kannski ekki beint að finna þetta fólk frekar, þú ert meira bara að vera var við í hvaða fólki þú vilt vera í sambandi við Já, að bæði að líka bara svona eftir að það var nú svona óvænt hliðarverkun af því að þess að ég var að lýsa á hann hérna þegar maður var að dempa ego þess sem var nú eitthvað sem ég hafði alveg gott að þegar ég var yngri og hef alveg ennþá gott að svona þegar maður fór að hugsa kannski aðeins minnu sjálf og byrja að hugsa meira aðra það var ótrúlega hvað fólk kemur bara allt inn á radarinn ég ætla nú svona ótrúlega heppi með það síðustu ára það hefur alveg endalaus röð af miklum gullmólum hérna konum og köllum bara einhvern veginn rampast inn í líf mitt bara ofta af tilvíðun og ég bara fatta bara vá, þessi manneskja er alveg rosalega háu kaliberi og bara mér langar að læra meira henni og skilja betur og bara kynnast henni og þá hef ég bara sett effort í það, það er effort að kynnast fólki og það er vinna og hérna og ég held að fólk oft er svona að ég var allan hanni bara ef að þeim langar að kynnast mér þá bara komið að tala um mig en það er alltaf bara glötu leið til að nálgast lífið og hérna ég fór bara meira líka fara og tala við fólk sem ég leit upp til og sem ég fannst bara vera að gera áhuga hluti eða sem ég held að bara myndi eiga góða samli með og það hefur verið alveg eitt af því besta sem ég hef tilengað mér undanfarin ár og þegar í gegnum þetta fólk hef ég vaxið svo mikið og þroskað svo mikið Mér finnst eitt með markmiðasetningur sem voru að tala um og einmitt að vera með svona skýrt fyrir sér hvað maður vill og hérna, hverju maður vil ná fram og í rauninni hversu miklu úr tilbúin til að fórna til þess að ná því að bara svona fólk er ekki alveg klárt á því hvað það vill en skrítið á hljómar og þú veist og ég hef alveg margótt bara svona ok, býtu, ætti ég að vera að gera þetta? Nei, hvað ætti ég að vera að gera í staðinn? Þú veist, veit það ekki alveg búin að taka æfingu í dag eitthvað, jú, ég var örugglega sniðugt að lesa eitthvað bók en hvað ætti hún að vera bara eitthvað svona smá, mætti alveg taka smá vinnu í það bara, hvað vil ég raunverulega? Hvort maður sé ekki alveg búin að kafa nógu mikið undir hútið hjá manni sjálfum Já, akkurat, þetta er ekki spurning ef þú hefði spurt mig mitt þegar ég var 17-18 ára þá hef ég 110% sagt þér nákvæmlega hvað ég vill okkur núna veit ég hvað mjög stór hluta því var rámt og hvað það var bara því að ég hafði ekki nógu víðan sjóndeildarhring og ég þekkti sjálf mikið nógu vel annað og stór partur af minni ferð sem ég kunni ekki að meta þegar ég var ungur sem ég kann miklu betur að meta eftir að vera eldri var líka bara að læra hvað ég vill ekki
og þú veist að þú ferð út í eitthvað og svo fattar bara, herru, mér líður ekkert vel hérna, ég bara er ekki góður í þessu eða þetta er ekki eins skemmtilegt eða gefandi við hélt og hafa þá kannski hugra ekki í að klippa á það og fara á næsta stað sko. Þá kemur sunken cost fallacy sko. Já, akkurat. Þó sem maður sé búin að miklu tími í þetta að klippa það bara á þetta og fara yfir í næsta. Já, það er akkurat, það er erfitt. En ég finnst mér ekki svona alvöru festu í þetta kannski fyrir en ég náði svona dýpri trú af því þá er ég svo viss tilgangi minn. Ég er svo viss hver tilgangur minn er í dag. Eftir trúna? Já, eftir að ég fann trúna og þá er svo auðveldar að bara finnst mér að skilja hvort ég sé á réttir braut af því að ef það samrýmist ekki því að vera vinna í að auka þekkingu á okkur ert hver guður og hvernig tengist honum og hvernig þú þá hjálpar öðru fólki þá í rauninni er það fyrir utan stóru örkin af okkur ég er á jörðinni eins og ég trúi því og þetta er alveg hrikalega öflugur og góður filter sem hjálpað mér að losa mig við fullt af hluti sem ég held að skiptum óslega miklu máli en fann svo þegar ég tók það út af því þeir passu ekki anninn að þeir skiptu ekki máli og við vorum fyrst og fremst komin bara svolítið út úr einhverju svona, maður vill að fólk hafi flott álit á manni eða maður vill líta vel út eða eitthvað svona Þannig, já, kannski smá bara svona viska og þroski sem að bættist inn í þetta Já, ætla maður ekki segja það sko og vonandi á ég fullt meira af því eftir mér finnst að því eins og ég segi allt aftur mér finnst ég vera því meira sem ég læri því meira finnst mér skilja hvað ég skil ekki neitt sko Já, það er samt þú lætur ekki berja þig niður, það er alveg spennandi Nei, akkurat, ég held að það sé líka mikilvægt að það sé þá uppsprettaði bara vá hvað ég á mikið eftir að læra og hvað það er magnað að ég held að það sé glatað að komast á þann stað að bara, heyrðu, ég er bara búin að læra allt ég er bara komin á endalókum það er bara ekkert meira hér að læra eða kunna ég veist að það maður er ekkert rosa kátur þar sko Það er samt svona eins og einhvern veginn fólk líði þokkalega vel þar í rauninni vilji koma sér á þann stað og þú ert búin að master eitthvað bara í kannski 50 ár og sem kemur eitthvað nýtt inn og fólk myndast eitthvað svona böss í kringum það bara svona, nei, þetta er kjaftaði þetta mun líða hjá, skilur það er enginn að fara að fasta föstur eru bara, ok, gefum sér nokkra mánuði sem fólk gleymir svo áttu svo að þetta er hættulegt eða whatever, það er bara standard American diet er the way to go bara það, ég hef búin að átta á því það tók 50 ár, ég er ekki tilbúin til að segja að þið eigi síðan að sleppa morgumat eða einhver tónlistamæður bara og það kemur dubstep inn og það er bara nei, ekki dubstep þetta er bara klassísk tónlist og jú, ég er alveg til að gúta rock en mitt er best og ég er búin að sanna Já, en þetta finnst mér alveg gott það er gott að vera viss sín gildi og ég er sko alls ekki postmodernisti, ég er ekki að segja allt sé bara jafn gilt og það er ekki bara þegar öll ný þekking kemur og þá áttu bara eða jafn miklum tíma í að fara og skoða það að því það hlýtur að jafn gilt eins og öll hinn þekking sem hefur fram að því þú getur náttúrulega með því að finna 20% þín þá áttar það á ég get stýrt framjáfylgta hlutum að því að bara þó að ég myndi læra þetta að það skiptir ekki eins miklu máli eins og halda áfram að stúdera þetta og það er ekki allt jafn gott það er ekki allt jafn gott hvernig það er tímanum í öll hugmyndafræði er ekki öll jafn góð alla stjórnmálaskoðanir er ekki allir jafn góðar og ég er ekki að segja bara þú verður að fara núna og gangi alla stjórnmálaflokkana og helst kjósa bara einn á hverju ári að því að þetta er allt jafn góðar hugmyndir það er ekki jafn góðar og það hafa ekki jafn góð áhrif á samfélagið og umhverfið og vinnan okkar er að skilja hvar sannleikurinn liggur og þegar þú byrjar að finna eitthvað snefulega því þá held ég að byrja að fjárfesta meira og þá fer að fatta hvað er margt sem átt eftir skilja betur þar og svo kemur eitthvað nýtt inn og þá meturu er þetta að fara að dýfka þar sem ég er að skilja betur nei, er þetta eitthvað allt annað sem að ég bara hafi ránt fyrir mér mögulega, þá þarf ég að skoða þetta er þetta líklega bara að fara að sanna það sem ég er að gera er ránt ef að það er þannig, þá þarf ég náttúrulega að skilja það eitthvað betur en ef ekki, þá bara mögulega þarf ekki að eða á miklum tími það er ægi líka í að velja sko að hafna algjörlega það er eitthvað sem ég er svona ennþá mjög lélur í og er að læra hans meira aldrinum, það er bara að segja stundum nei sko. Já, en það er líka ægi og það fer líka alveg tími að vinna í það sko. Já, og það er auðveldar eftir því sem að sko held ég hugmyndafræðin og gildin eru betur meitlu á mót að ég held að margir fjárfesta ekki mikið í hugmyndafræðin og gildinu sínum. Ég spyr oft fólk þegar ég er með svona fyrirlestra bara okkur ferur fram ára mótnana og hvað er hugmyndafræðin
og það alveg ótrúlega margir sem geta ekki svarað því og bara með eitthvað mjög óljós svar og bara jafnvel hafa ekki pælt í því og við gerum með þessa skoðanakönnun og hún ekki opinberin, við vorum að skoða þetta með ákveðin lífsskoðun og trú Íslendinga og svona, þá kom í ljósa að þetta virðist bara vera cirka 8% af fólki sem mjög á hreinu með sín gildi og lífsskoðunu viðmið sko. Og það finnst mér ótrúlega svona leiðileg tala og að ég held að eina ástæðan fyrir því að þetta ef ég ætti að gíska á myndi ég held að þetta sé læra en eiginlega öllum kynslu á myndan okkur og ef ég ætti að gíska, ég veit ekkert okkur þetta svona, ef ég ætti að gíska ástæðan fyrir þá myndi ég halda að það sé út af því að það bara aldrei verið auðvöld að vera truflaður en í dag það svo auðvöld bara ef þú átt frítíma í staðan fyrir bara okkur ég hérna, hversuna fer ég fram á mótnara, hvað á ég að vera að gera nýtt, að fara bara, í staðan fyrir að fara í eitthvað svona þungt, ég bara Instagram eða fer í töluleik eða horfa á Netflix það var aldrei verið betri og ódýrari aðgangur á svona þröflunum eða noisi eða afþreyingu. Já, og líka náttúrulega aðgengi að svona fyrirfram ákveðnum gildum eins og bara, klassist að segja kristileg gildi. Já. Það ekki verið að íta því upp á þig í miklu magni. Nei. Og það þykir í rauninni bara rangt að gera það, finnst mér. Já. Mér finnst eins og það sé tíðrandinn að það sé rangt að íta því upp á. Já, allan margir mjög viðkomið fyrir því, sko. Já, bara eins og kristinfræði, kennsla og allt þetta. Já, svo umræði mjög fróðleg, sko. Já, þú hefur örugglega einhverja skoðun á henni. Já. En já, þú ert svona trúaður maður, það kom mér á óvart, sérstaklega þetta með föstunum, ég held að þú alveg að byrja í föstunum út frá líkamlegu ávinningunum sem leiði að 200 árunum. Á hliðarafurð. Á hliðarafurð. Já. Svona undir lokin, áður en ég sleppi þér, fyrir þessa, út af því þú komið inn á málefni með lestrarskilning ungra stráka og við höfum svona aðeins komið inn á þetta varandi líka í mitt gildin og eitthvað svona, heldur að þetta tvennt spilir saman og ég meina, eins og ungir strákar sem að veit ekkert hvað að gera, af hverju þetta að læra að lesa þess vegna. Já. Að sé engin ástæða í því og ég meina að þeir finna sig í bara tölvuleikjum og okkur svoleiðis, af hverju þetta þá að gera eitthvað sem dópamínskert og lesa bók. Vá, hvað þetta vel orðað hér. En ég var ótrúlega sorgmætur þegar að ég komst að þessu. Ég fá bara að segja það söguna mína að þessu sem sagt því 3 ár síðan þá eitthvað kennar sem segir mér eitthvað svona, við erum að ræða menntagerð og hún segir já og svo náttúrulega bara drengirnir rólega að útrýmast út úr söllu eitthvað svona, orðar þetta einhvern veginn á hvað meinar hún bara að þeir náttúrulega að skora læri en stelpuna, þeir ekki að skila sér inn í háskóluna, þeir ná ekki að lesa og kemur eitthvað svona upptalning og ég bara rúli, bara og hún bara já, þetta nú bara að vita hjá kennurum og ég bara, þetta getur ekki verið svona og hún alveg, jú, og nefnir eitthvað nokkuð dæmi og hún alveg, ég reyndar ekkert með tölfræðan þetta en ég meina, allir kennar sem að tala og vita þetta og svo fyrir ég að heyri í fleiri kennurum sem ég þekki og þeir var allir bara, já, strákar það bara miklu verið ástand af þeim og þeir eru miklu meira með hefðun og vandamál og þeir skilja sig ekki í háskóluna og eitthvað svona og ég bara, ok, býtu hvað, það hljóta það að vera til ykkur gögnum og ég fer bara að googla, tek mig bara heilt kvöldi að googla fer bara inn á heimasíðu menntamálaráðuneytisins, landlæknis googla bara lokaritgerðir og eitthvað menntun og nám og finn bara fullt af gögnum og þetta var allt gögn úr svona samnorrænum mælingum eða rannsóknum eða frá bara menntamálaráðuneyti, landlækningum og stofnunum og það var alveg ótrúlega dapurlegt sem þar kom fram. Það var bara 3/4 drengja sem útskrifast eftir 10 ár úr grunnskóla, getur ekki lesið sér til gagns. Það er orðin rétt rúmlega 35% af nemyndum í nýskráningum í Háskóla Íslands eru strákar og það er búið að fækka bara á hverju árinu en þeir eru bara rólega að útrýmast út úr meira námi, drengjum er minna rósa í námi heldur en stelpum, drengir hafa meiri skólalega heldur en stelpur sem minni tilgang með náminu heldur en stelpur, þeir eru með, það er búið margfaldast ávísanir á, það er búið 18-faldast frá 2004, svefnlyfja ávísanir á drengja þegar þeir bara get ekki sofið. 18-faldast. Við erum með hæstu hlutfall á Norðurlöndunum í ávísun á geð og þunglyndislyfjum á drengi og þá erum við að tala um bara mjög unga drengi og þetta eru 12-14% í flestum árum bara frá 5 ára upp úr og þetta eru svona alveg hrikalegar tölur og ég bara hvernig getur þetta verið svona og það er enginn að tala um þetta og ég var algjör áfallur, ég var 2 drengi sjálfur og annar að fara að byrja í skóla þetta var og þannig ég skrifa Facebook status, ég var að koma þessu frá mér, ég vissi ekkert hvað ég ætti að gera með þetta og
þá pikkar hérna eigafréttir fjölmiðlun upp og segir bara, höfum við gera fréttur þetta rosa fróðlegt, ég bara já, og þeir bara afrita statusinu svo nér og það var lesið 110.000 sinnum hjá þeim og sem bara algjört mitt í eigafréttasögunni þá pikkaði Morgunblaðið upp og þau sögum að það hefur lesið sko 70.000 sinnum af þeim, þannig að bara hálf þjóðin virðist á að lesa þetta og kom svolítið umræður í kjölfarið og ég bara ok, wow, það bara fór að stað einhver alda og vonandi gerist eitthvað og það voru, ég veit nú ekki hvað var margir líklega yfir 200, það var einhverstað milli 150 og 250 manns sem höfðu sambandum í kjölfarið og það voru allt annarkvæmt kennarar, mæður drengja, feður drengja eða drengir sjálfur sem höfðu verið að lenda í menntakerfinu, sem voru bara þetta er allt rétt hjá þér og þannig ég var bara eitthvað, vá, þetta er svona stórt og það er alltaf til stærra vandamál í íslensku kerfi í dag heldur en þetta, ég meina þetta er bara helmingurinn og öllu fólki sem að elst upp á Íslandi er búið að setja í kerfi sem að bara er einhver rammi sem það passar ekki inn í, það er bara að lyfja það til þess að passa inn í að ramma og kemur svo út úr kerfinu og þriðjungurinn að þeim, þú veist, getur ekki eins og lesið sitt í gags og það var sérstaklega það sem stakk með að því það að geta lesið hefur verið svo rosalega mikið verkværi fyrir mig til þess að ná einhverjum árangri í lífinu og ég er bara í alveg þriðjungu drengja sem bara er útskrifaður og veist, hefur þetta ekki eins og svo bara deyr þetta, enginn talar þetta, enginn stjórnmálaflokkur tekur þetta upp, menntamálaráðherra gerir ekki neitt og ég var svo hissa og ég skil ennþá í dag ekki bara akkur er ekki allir að tala þetta ég var endar einn maður í hérna flokki fólksins, hérna Kallgauti sem er aðeins búin að tala þetta, það er eini sem ég sé á stjórnmálafólki tala þetta annars bara ekkert og hérna svo tókum við þetta aðeins upp aftur daginn hérna Harmageddon vildi eitthvað ræða þetta og þá kom svona aftur smá umræðum þetta og hann ég hef skrifað 2 eða 3 þetta aftur að því ég er bara svo ótrúlega dapur og svo kom nú Maggi Skef og fór hans að ræða þetta, ég var ótrúlega glaður og við eiginlega svona kynntumst í gegnum það og hérna en ég bara skildi, ég skil ekki okkur ekki vera að laða og svo kemur núna PISA-könnin út og þá þetta bara aukist, nú er ennþá hærri hlutfall sem að getur ekki lesið sitt í gags og ég veit ekki þú veist, ég veit ekki hvernig þetta varð svona ég held að þetta sé ekki sko kennurum að kenna, ég er búin að tala við það marga kennara og þeir lýsa að bara þú veist, vildi óska að geta gert eitthvað í þessu og þú veist, einhver sök auðvitað liggur hjá foreldrum, einhver sök liggur hjá samfélaginu, mögulega einhverju kennurum, mögulega einhverju menntamál, þú veist, ég veit það ekki en fyrir mér er þetta bara svona, þetta er það stórt, þetta er bara samfélagsvandamál og við hljótum að vilja sem samfélag, þú veist, bæta og laga þetta þannig að það hafi verið svona ástæða fyrir ég að reyna að vekja athygli á þessu en ég náttúrulega hef engin völdið að þekkingin inn í þessi mál sko. Nei, einmitt, en þetta er svona mér finnst það svolítið keimlíkt í sem að Andri Snær er að gera með umhverfismálin, þú veist, það er bara svona eins og þú segir, við hljótum að vilja gera eitthvað í þessu alveg eins og við hljótum að vilja gera eitthvað í loftslagsmálunum. Akkurat. Og þá þarf einhver að vekja athygli á því. Já. Í rauninni og það er svona fyrsta skrefið að benda á þetta og síðan verður einhverjum eins og hann kallaði paradigm shift og þá verður einhver sem að vonandi finnur lausn og setur hann á stað sko. Já, vonandi sko ég er í rauninni alveg magnað sko, það er eiginlega tvennt sem er magnað við menntakerfinu eins og ég fylgst með því ég er orðin mikill áhuga maður þetta núna og mikið að tala við kennara og svona, það er eiginlega magnað bæði hvað kerfið er að breytast hratt og þá er það fyrst og fremst bara út af einstökum kennurum sem að hefur bara komið ógeður sjálfur eitthvað standi í þessu og svo líka magnað hvað það er ekki að breytast neitt, þú veist, þetta er svona eiginlega tvennskonar það er á einhverjum stöðum að hreyfast mjög hratt í góðar áttir og öðrum stöðum bara ekkert en ég held að þú veist, að við skiljum orðið í dag miklu meira hvað er mikill munur á kynjunum og við erum í raun að reyna að setja alla virðist vera í svolítið svona sama kassan sem að við vitum alveg skiljum í dag að virkar ekki og það virðist vera helmingur af fólki passa sérstaklega í línan kassa ég held að stelpur passa líka í línan en stráka passa ennþá verið inn í hann og þá í staðan fyrir bara er kassin okkar kannski eitthvað bilaður þurfum við að breyta hann við hring eða stækka hann aðeins það bara nei, lyfjum fólk bara þannig að geti verið áfram inn í kassanum og svo bara höfum við ekki áhyggjur þegar koma þriðjungur en brotin út úr kassanum þetta er einhvern veginn nálgun, þetta er svo skrítið og ég er hvergi að sjá neitt sem er að koma frá einu opinberlega eða sveitafélögum sem er sérstaklega að tækla þetta En eins og hjallastefnan? Já, hjallastefnan ég er búin með 2 börn á hjallastefnunni og það er langt besta sem að ég hef séð á Íslandi allavega í leikskólum
það er því miður ekki, ég hef ekki fengið börnin í grunnskóla með það en hérna, ég er reyndar hrifinn af grunnskólum í Vestmannum, ég finnst þeir standa sig vel og ég er mjög ánægður með sonur minn er þetta dætt bara í lukkupotti með kennara og það er alltaf líka skiptir óslega miklu máli bara hvernig kennara og færð en hérna hjallastefnin er alltaf hún viðurkenni þetta að það munur á kynjunum og þeir er alveg svona, ég meina við vita allir að stelpur þroskast hraðar á ákveðnum sviðum, þú veist, eru þær á undan en strákar jafnaldrar sem strákar síðan ná, þú veist, ákveðnum aldri strákar síðan læra öðru sem stelpur, þeir eru miklu viðkvæmari fyrir, þú veist, verklegu fyrir að fá að snerta hlutina, þeir eru líka miklu meiri hreyfi þörf hérna og hvernig til dæmis reglur og ægi og heimanám, hvernig það leggst mismunandi kyn, við vitum alveg fullt þetta en einhvern veginn er lítið aðla ég fekk mjög skemmtilega sögum daginn frá foreldra sem að segja mér að það hafi verið pröfuverkefni í hérna sveitafélag út á landi þar sem að kennari er að prófa svona nýja nálgun og tók 6 strákar saman í bekk sem að hérna hafði verið að ströggla svolítið með þennan ramma sem við tala og eftir að þeir fengu bara svolítið svona að hreyfa sig meira og hafa svona ákveðna aga á ákveðnu sviðum og læra meira í gegnum hérna hendunar og svona þá væri bara alltaf blómstra þar og þannig að það er vonandi meira svona í gangi kannski er bara einhver hreyfing byrju sem maður veit ekki en maður er alltaf heyrt mjög lítið þetta og miða við áhugan á þessu miða við það, ég meina ég gerir bara eitthvað Facebook status sem að 180.000 manns lesa og örgulega eins og ég segi, einhverstað kring 200 manns koma á sambandi mig og alltaf þegar ég ræði þetta eitthvað þá bara fyllist hjá mér inboxur og síminn stoppar ekki 2-3 daga þá upplifir fólk alveg vandamálið en það kannski þetta, veit ekki hvað að gera kannski þar bara eins og þú segir að vekja meira samfélagslega athygli á þessu en það getur ekki verið að við viljum reka samfélagi svona, ég trúi því ekki ég var allan ekki hitt neitt sem var, þetta er fínt, viljum ekki bara meira svona Nei, einmitt, en ég held að þetta tengist líka því einmitt að bara svona opna umræðana til dæmis á hvað vandamál þetta er að búa til eins og bara með þessa lyfjanótkun sem þú varst að tala að 18 faldist einhver svefnlyfjanótkun fólk hlýtur að fara lengt með það er ekkert eitthvað vitað í bekknum að bara Siggi og Þorri og Biggi þeir eru allir á bara þunglindislyfjum og svefnlyfjum eða eitthvað svoleiðis það er eitthvað svona, þetta er tabú málefni að einhverju leiti líka og vandamálið er í rauninni tabú Já, mögulega sko og síðan er þetta að koma fram í einhverju svona tölum bara eitthvað, þetta 18 faldaðist það er eitthvað stórt að gerast og það er ekki verið að tala um Já, nákvæmlega og bara annar vinkill sem ég veit svo mikið hvort tengist þessu en það var eitt sem ég fann bara í þessu skýrslinu og skoða, það var eins og klámneysla drengja, hvað hún var sjokkerandi bæði hvað hún hefst þegar meðal íslensku drengur byrjar að horfa klám 11 ára og hvað eru orðnir miklu stórneytundur að klámi bara í 8. og 10. bekk og sérstaklega í framhaldsskóla þá er bara, þeir fannir að horfa marga klukkutíma á viku og klám og klám er svona hegðunar mótandi neysla sem hefur áhrif á hvernig hvernig þú örvast og hvað viðhorf þú hefur til kynlífs og annað og þetta er svona rólega að koma meira fram eins og núna var að koma að nýja rannsókn á daginn það var einhver íslensk kona sem var að segja hún vissum orðum fullt af atvikum hjá drengjum sem þyrftu orðið stinningarleif bara til að geta stunda sín fyrstu kynlíf að þeir eru orðnir hálf getulausir af öllu klámáhrunu og þetta komið út í svona algjörðrugl en þetta er ekta svona eins og þú ert að lýsa svona tabumál sem enginn hætti sér úti að þetta er svo rosalega mikið þú veist ekkit hvort maður vil hliðina á þessi klámfíkil að berða ekkit utan á sér en ég gleymi aldrei, ég var í háskóla í Bandaríkjunum þetta fyrir 13 árum og þá vorum við svona í svona strákahóp og svo eitt kvöldi kemur einn strákurinn og segir bara, heyrðu stráka, ég verð að fá að deila sem einhvern og ég var spáð hvort ég geti kannski eitthvað að hjálpa mér og mér langar að tala með eitthvað þetta og ég held ég svona klámfíkil sagðan og lýsir ég bara alltaf þegar hann kom heim til skóla og fór hann að horfa klám og hann ætti að vera erfitt bara með að fá stampínu og örfa sig verið svona horfa klám og eitthvað svona og svo er hann búin að lýsa þessu þá bara kom næstu bara, vá, ég held ég sé klámfíkil líka svo bara fór ég að rétt upp hönda einn öðrum og þá bara 80% öllum strákunum í hópnum sem bara já, klámfíklar og þetta er 13 árum það var miklu minni aðgangur að klámi þá sko þannig að kemur ekkert óvart ef að bara drengir í Íslandi upp úr 10 ára snjallsímar er ekki komlega sko. Það kemur ekkert óvart að upp úr 11 ára aldri sé bara tölvöru hluti íslenska drengja klámfíklar og ef þú ert orðin klámfíkil þá er það alltaf að fara að koma niður á námuninu sko og þetta er vandamál sem er miklu líklegra að vera hjá drengjum en stelpum einmitt, aðgreina þessi vandamál milli kynjana, það er svona kannski eitt faktor í þessu og það skrýtna er einhvern veginn að því Ísland er mjög meðvitað
þú veist svona kynjaumræðu og við erum mjög eitt meðvitaðasta landi í veröldunum það. Þessan kannski svo ekstra skrítið að svona rísa hyldýpi skuli myndast. Já. Og ég eiginlega skil ekkit alveg okkur það en kannski eins og þú segir, kannski bara hefur komið nóg þú veist, flóljós á það bara, veist, þetta bara eitthvað sem við höfum eftir að fá meiri vitundum. Já, ég náttúrulega veit ekki neitt það sjálfur, ég bara svona sé svona einhvern link hérna á milli samlíkingu hérna á milli loftslagsvandans og þessar vanda sko. Já, mögulega það bara, ég meina Andri og fleiri voru svolítið svona kallarannir í eyðimörkinni nokkur ára en þetta svona kviknaði loksins í eldunum eins og það að gerast núna með eins og loftslagsmálin sko. Einmitt. Þannig að kannski gerist það bara blossar upp í næstu kosningum eitthvað maður veit það ekki sko. Einmitt, maður vona það. Til að enda þetta svona á jákvæðum og vongóðum nótum settir eitthvað gott áramótaheit fyrst að það liggur svona mikið yfir þessu. Já, eitthvað sem má deila. Ég er nú komin svolítið í ruglið með áramótaheiti mína, þetta er alveg rísa Excel-skjal með mörgum flokkum. Já, þannig ég er með mörg áramótaheit. Svona aðal stærsta heitið það er nú bara vinn í sjálfum mér þannig að ég sé að hugsa minna þú veist sjálfa mig og ekki hugsa minna sjálf mig, þetta er ekki rétt ára að hugsa svona minna setja aðra meira fyrst og svona auka samkennd og auðmýkt, reyna að vinna í því. Er það svona ego-döðin? Já, svolítið svona einmitt, reyna að dempa egoið og bara þetta er svona, þetta byrtist í því að hlusta meira á aðra af athygli, pæla meira í okkur líður fólki eins og því líður það kemur einhver og allt í ná raunar yfir og í staðan fyrir bara býtu, hvernig dyrst þú að raunir mig þá bara býtu, okkur ætla hann líður svona illa þetta er svona þessar nálganir og ég er algjör nýli í þessu, ég er nú það heppin að vera giftur konu sem er alveg ótrúlega sterk á þessu svið og ég er alltaf að læra leksjur á henni og svona reyna tilíka með þær og mér langar að fara dýbra á þessu ári í það og það svona litar eiginlega öll önnur markmið og já, það er svona kannski stóri faktorinn, svo er bara ég veit ekki, viltu fá eitthvað svona specific? Nei, já, bara, þú veist, þetta var mjög gott sko. Þetta er allt svolítið andlegt. Já, því ég er líka alveg með ég tók svefnin í gegn hana fyrir nokkrum árum, það var alveg líkilatri. Jú, núna er ég meitt eins og ef við tökum heilsu, að það er ég ætla að reyna kannski ekki endilega útrýma, en ég ætla að reyna að taka svona í skrefum að byrja að minnka unna maturu. Já. Og það hljómar alltaf eins og gott koncept. Já, það eru mörg ár til þess síðan ég hætti að drekka sykraða drykki og það var erfitt í smá tíma síðan ég aldrei sé eftir í. Svo var ég hættur að borða nammi, en ég byrjaði aftur að borða nammi að því að ég ætlaði bara svona að hafa í hófi og svo þessu ári var ég, eða síðast ári var ég bara, þetta er, þú veist, það er ekkert hófi í þessu. Þannig ég byrjaði þetta ára á því að reyna að hætta aftur að borða nammi og ég er alltaf komin 13 daginn í það, 12 daginn í það. En svona unnin matur almennt, bara reyna að minnka það og auka grammiti. Og ég notaði mitt að því ég tók 10 sólarhringa föstudagann í nóvember, þá færi svona núllstillingaklukka sem er geggja, því að þú fyrsta máltíðin eftir föstu, þá er allt gott. Þú veist, það er ekkert í kerruninu, þú veist ekki með neitt svona craving, ekkert svona, ég verð að fá keks eins og ég borða alltaf, heldur bara að er allt gott. Já, auðvitað. Og ég hef aldrei borðað nóg grammiti, þannig ég ákvað bara núna ætla ég að reyna að hafa bara alltaf allan að 3/4 öllu sem ég borða er grammiti. Já. Þannig fyrstu máltíðinu minn var alla bara söllut og þú veist, ávistir og grammiti og svona, og það var allt geggja gott og ég hef aldrei borðað eins mikið grammiti síðan þá. Og það var markmið á árinu er að ná þessu svona, þú veist, þá setja ég hlutfall, það þarf að vera allan að 3/4 sem fyrir mig er alveg örgulega 3-föld aukning, ég hef ekki verið nóg duglur í þessu sko, sem ég bara veit að er ekki nóg gott sko, ég hef alltaf tekið svona bara hol, þú veist, núna bara ég rosa mikið að þessu svo fæ ég svolítið ok, en núna ætla ég að gera þetta meira lífstíl og það er að ganga miklu betur en ég held að myndi gera út af því ég tók það beint út af föstunni, að þá var þetta bara, kom ég þessu bara inn í kerfi sem nýja venju og þá var svo létt að því þá fannst mér þetta svo gott. Einmitt. Býr það ekki til einhverju svona átrúskunar hegðun, eitthvað svona að tengja matavennu sínar við föstuna? Ég myndi að til þess að myndi detta af lestinu núna og bara svona myndir hætta í grammindinu og ok, nú þarf ég að fasta í 10 daga til þess að, þú veist eitthvað, eða ég borða það mikið, ok, ég ætla að fasta í 3 daga til þess að vega upp í kaloríum. Ég ætla að fasta alltaf hvort ég er reglulega sko og þetta er alveg ótrúlega góð svona hreinsun sko. Ég meina mín reynsla á þessu bara svona rólega yfir lengri tíma og hefur sammelan af að rólega lasa þetta allt. Veist, ég er alveg ennþá langt í frá að vera með eitthvað með fullkom matara en miðað við hvernig ég var þegar ég var
23 ára, eða 25 ára eitthvað, þá er það miklu betra Já. og það er ekkert verið eitthvað svona bara jákvæð daginn svona og svo er þetta bara ekkert mál og það er alltaf létt heldur þetta oft verið bara svona já, nú er ég úslega stressaðar nú langar mig að fá mér shake eða kók eða eitthvað og þá finnir maður alveg kreyfingi en svona því meira svo nær þessu því léttara verður þetta og svo með þessum föstum fannst mér þetta eiginlega vera ekkert mál sko það er alveg ótrúlegt ofurtæki að svona leiðrétta eða bara búa til nýtt baseline, þetta er líka leiðrétta þetta er bara svona, þú fær bara núllstillingu ástæðan fyrir maður er kannski alltaf að drekka kók eða alltaf að fá sér kaffi eitthvað er bara líka mann háður í og kallar eftir þú ert bara komin í svona vítarhing svo bara fastar í 3 eða 5 daga eitthvað þá bara allt í næstu komið skrokk sem er ekki að kalla eftir neinu sérstöku aðeins bara næringu og þú veist, nýttu þann glugga það verður allt sem þú borðar geðvitt á bræðið þú veist, ekki nýta þann glugga og fæ mig bara Snickers nýta nýja að fá þig þá bara þú veist, brokkoli eða eitthvað og það var að fyrsta sem ég fekk mér stóra máltíðina og svona brokkoli borgari eitthvað sem ég hefði líklega ekki pantað mér venjulega sko en mér ást það geðvitt og bara núna eftir 10 daga af engum mat það var svona fyrsta stóra máltíðin fyrsta máltíðin var bara melón og síðan salat sko og það var bara geðvitt og bara besta melón sem ég fikk af henni sko. En það sem það hlýtur líka að kenna þér eins og Peter Attia talar að þú veist, það fasta svona og síðan ert að fara í flug og í flugvélni er bara búið upp á eitthvað algjört drasl, bara eitthvað Pringles og Coke þú veist, þá veist alveg að þú getur komist af án þess að borða og borða bara eitthvað gott eða gott fyrir þig þegar þú hefur tækifæri til þess Nákvæmlega, þetta er mjög gott dæmi ég fór alltaf í algjört rugl í ferðalöfum ég ferðast svona alveg freka mikið tók held ég 9 utanlandsferðir í fyrra og eitthvað út af vinnunum og svona og þetta var bara alltaf tími sem að ég fór bara á McDonalds og flugvöllunum og ég mitt bara með nammi úr fríöfni í flugvélinu og eitthvað svona og svo eftir að ég fór að taka þess að föstur þá er ég bara, bara fasta yfir ferðalega, það er ekkert mál og það er ekkert mál, það er alveg fyrirlega létt svona leið og bara er komin í smá öfingi sko. Helga ferði Köpen, ég líka að borða neitt taka bara 3 daga fösturinn sína þar Já, ég fann að gera þetta svolítið sko að því að ég bý í Vestmannum og kem á svona 2 vegna fresti í borgina út af vinnu, það er oft 2-3 dagar þá er ég bara fann að gera í fasta bara alltaf þessa dag Já, í borginni? Já, þannig að ég bara borðaði í Vestmannum og svo bara borðaði ekki næstu ekki aftur til Vestmanna Það var bara það reglu, borðar bara í Vestmanni Það var alltaf ekstra spenntur að koma heim Að hitta konun og börnin og fá að borða Já, það var líka aldrei neitt í maganum þegar maður fyrir Herjólf Já, einmitt, þetta er bara kostir Já Herri, þetta er ekki að Tryggvi Hjaltason, takk kærlega fyrir að koma hérna og segja okkur frá öllu sem þú ert búin að mennta því og fræða ótrúlega gaman að spjalla við þig og að sjálfsögðu, Guð blessi þig Takk fyrir það Snorri minn og Guð blessi þig og bara þetta ánægja á mín Frábært, takk fyrir